Forseti. Fyrsta aðalgata 15a. Staðan á því málinu sú að sveitarfélagið hefur ekki gengið frá fráveitilögnum og samkomulag við nágranna það hvernig fráveitu skuli háttað á svæðinu og þar liggur málið. Ábyrgðin á sveitarfélaginu að hafa ekki að klára þau mál og þetta í vinnslu hjá tæknisviði og byggingafulltrúa. Varðandi þessa tillögu sem ef ég skildi rétt var þetta tillagan ekki bókun undir þá þessum liði þarna sem til kynningar á fundinum. Þá kannski rétt að draga fram að það náttúrulega fyrirliggjandi umsókn Heilbrigðiseftirlits Vesturlands á þá þessari starfsemi per se ef að menn eru að horfa á það eða hvort að menn séu að horfa á deiliskipulagið í heild sinni. Það svo sem hægt að koma því inn í deiliskipulagsferlið að þeim sé send deiliskipulagstillagan strax til umsagnar og meðferðar og þá séu þeir meðvitar það frá fyrstu stigum. Þannig að ég væri ágætt að fá svona aðeins upplýsingar það hvað til viðbótar það sem vantar ef verið að horfa á þessa starfsemi sem var leitað umsagnar fyrir áður. Nú síðan líka minni á að í skýrslu ráðgjafarnefndar tillögu val á aðilum til þess að ræða fyrst við á sínu tíma. Það var náttúrulega haft samband við Heilbrigðiseftirlit Vesturlands og þeir mættu á fund nefndarinnar og þar var einnig samráð við Heilbrigðiseftirlit Vesturlands þá starfsemi sem þá var fyrir hug og ennþá vonandi fyrir hug. Þannig að svo sem hefur verið haft samband við Heilbrigðiseftirlit Vesturlands þessi máli bæði hér áður og núna síðast í þessum máli sem hér fjallað En það ætti svo sem ekki að tefja neitt málin í heild sinni þótt að þeim sé send bara upplýsingar að deiliskipulagsvinna sé hafin og allt það fram undir götunum en raunverulega svo sem í skipulagslýsingunni hugsanlega tiltekið þetta atriði ekki, það kemur þó bara til meðferð á næsta skipulagsfundi. Hvað starfsemi eigi að vera þar eða ekki, það kemur væntanlega fram frekar í skipulagsskilmálunum í deiliskipulagi. Það er kannski á þeim tímapunkti sem slík tillaga ætti að vera send þá Heilbrigðiseftirlitinu þegar skipulagstillagan liggur fyrir. Það er svona kannski eðlilegri málsmeðferð á þessu máli. Eða aðkoman kannski eðlileg með þeim hætti þegar það liggur fyrir hugsanlega byggingarreitur og annað slíkt. En ekki meira þetta. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja taka til máls? Ragnar Már, bæjarfulltrúi í Listagerðarsveit. Það spurning hvort það. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, þessi tillaga okkar snýst kannski fyrst og fremst það að leita umsagnar og kannski leiðbeininga hjá Heilbrigðiseftirlitinu, hvað skuli varast, hvað þurfa að gera ráð fyrir og annað. Fyrir utan það náttúrulega að það er kannski óþarfi að vera að leggja í mjög mikinn kostnað við deiliskipulagsvinnuna ef að Heilbrigðiseftirlitið mælir sterklega gegn því að þarna verði þörungavinnsla 100 metra frá byggð. Það er nú eini tilgangur með þessari tillögu okkar að það sé ekki verið að fara í mikinn kostnað sem að menn þurfi svo að bakka með þegar lengra komið. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar. Steini. Hvernig hljómaði tillagan? Ef við
Grétu greiði matkvæðan þessa tillögu. Bara, þegar komst það. Ég bara er að velta fyrir mér, forseti, ég er að velta bara fyrir mér þegar til viðbótu við það sem að nú liggur þegar fyrir, það liggur fyrir umsögn sko ef að vera að tala um þessa starfsemi sem slíka, á þessum stað. Erum menn að velta fyrir sér umsögn, leita umsagnar á hverju? Af því að það liggur fyrir umsögn heilbrigðiseftirlitið varðandi starfsemina sem var grenndarkynnt. Og hún með leyfi forseta segir einfaldlega frá heilbrigðiseftirlitinu: við erum búin að líta yfir máli og ræða við heilbrigðis Vestfjarða vegna starfseminnar og Reykhólum. Heilbrigðiseftirlitið gerir sjálfur sér ekki athugasemd við byggingarleyfi veitt fyrir húsið en gerir ráð fyrir strax í upphafi að bregðast við hljóð og þurrkum með einhvern hætti til að lágmarka ónæði við nærliggjandi íbúðir. Ef áætlunin mun standast varðandi að vinna allt hráefni samdægurs það ætti ekki verið mikla líkur og ónæði vegna lyktar. Við hefum sér virðum áhyggjur á þanguskjöru sem tekið verið nálægt til fjölmörgum fráveituútrásum sem eru stíkisnum. Ef planið er að taka þangin nálægt þær, ef svo er líklega að vakta gæði sjávarþangs með reglunum sýnatökum. Tilvitnun lýkur. Það er náttúrulega aðalega verið að horfa til þess hvar er verið að skera þangið og hvort það sé verið að skera þangið nærri þá fráveitulögnum. Það var svona megin uppstaðan í umsögninni sko. En svo sem væri kannski líka hægt að nefna það, færa þessa tillögu til og það er nú niður á dagskrá fundari sem er deiliskipulagi í Skipavík. Ætti kannski frekar heima í þeim afgreiðslu sem viðbót til það en ekki undir þessum dagskráli hér sem er til kynningar en því svo sem ekki ákvörðum það. Hvað segið þið, listafólk? Greiða hvað þetta núna eða undir? Seinna. Þá höldum við áfram. Liður 6. Fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga, lagðar á fundi númer 914, lagðar hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér ljós. Liður 7. Fundargerðir Breiðafjarðarnefndar, lagðar hér fram til kynningar frá fundi númer 206, haldið 23. ágúst 2022 og fundi númer 207 sem var haldið 20. september 2022. Lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér ljós. Liður 8. Starfsskýrsla Breiðafjarðarnefndar fyrir árið 2021. Starfsskýrsla Breiðafjarðarnefndar lagði hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér ljós. Liður 9. Fundargerðir stjórnar Náttúrustofu Vesturlands lagði hér fram til kynningar. Fundargerðir frá fundum sem var framfóru föstudaginn 16. september síðastliðinn og 28. október síðastliðinn, lagt fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér ljós. Ályktanir haustþings SSVAF lagðar hér fram til kynningar frá haustþingi sem haldið var haustið 2022, ásamt umsögnum frumvarp til fjárlaga, orðið laust. Enginn kveður sér ljós. Liður 11. Ágóðahlutagreiðsla fyrir 2022. Lagt fram erindi frá Brunabótafélagi Íslands þar sem fram kemur að á síðasta aðalfundi fulltrúaráðs EBI hafi verið samþykkt að áframinu hluti hagnaðar starfsemi félagsins vera greiddar út til aðilda sveitarfélaganna í formi ágóðahlutar. Lagt hér fram til kynningar og orðið laust undir lið 11. Enginn kveður sér ljós. Liður 12. Skýrsla verkefnastjórnar starfsaðstæður kjörin og sveitarstjórnarfulltrúa. Lögð fram drög á skýrslu verkefnastjórnar starfsaðstæður kjörin og fulltrúa í sveitarstjórn. Skýrslan skiptist í 3 þætti. Í fyrsta lagi fjallað álag, vinnufyrirkomulag og kjörinna fulltrúa. Í öðru lagi fjallað beinan stuðning við kjörna fulltrúa og fræðslu þeirra. Í þriðja og síðasta lagi fjallað upplýsingamiðlun, þátttöku
íbúalýðræði og uppbyggileg samskipti. Lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs. Liður 13 almenningssamgöngur og skólakstur á Snæfellsnesi. Lögð hér frá greining VFSO almenningssamgöngur og skólakstur á Snæfellsnesi. Lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs. Liður 14 áform breytingu á lögum menningarminjar aldursfriðin mannvirkja. Lagt hér fram frumvarp breytingu á lögum menningarminjar aldursfriðin mannvirkja mál nr. 141/2022 og nr. S 171/2022 þar sem lagt fyrir að endurskoða verði aldursfriðin ákvæði fornleifa í lögum menningarminjar nr. 80/2012 svokölluð 100 ára regla sem birt var í samráðsgátt stjórnvalda í ágúst 2022 ásamt umsögnum sambandsins frá 15. ágúst 2022 og 6. október 2022 og Minjastofnunar Íslands dagsett 22. ágúst 2022 til umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins frumvarpið. Lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Undir lið 14. Enginn hefur kveðið sér hljóðs. Liður 15. Fyrirgefðu. Okay. Úrskurður UA vegna deiliskipulags miðbæjar Stykkishólms. Lagður er fram til kynningar. Úrskurður vegna deiliskipulags miðbæjar Stykkishólms reits austan aðalgötu. Lóðarhæfi Víkurgötu 5 kærði þá ákvörðun bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar frá 9. desember 2021 að samþykkja deiliskipulag miðbæjar Stykkishólms reitur austan aðalgötu. Hann krafðist þess að ákvörðunin yrði felld úr gildi en ella sá hluti deiliskipulagsins sem lúti að tilfærslu á mörkum í lóðanna Víkurgötu 3 og 5 yrði felld úr gildi. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hafnaði kröfu kæranda um ágildingu ákvörðunar bæjarstjórnar Stykkishólms frá 9. desember 2021 og þetta er lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs. Liður 17. Samþætting þjónustu í þágu farsældar barna. Lögð er fram gögn og upplýsingar er varða innleiðingu á lögum samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Þetta er 16 og hljóðst er 16. Henni varðar þá byrja þetta eins. Fyrirgeð, ég bara krossaði á að því áður að búin að versta. Fyrirgeð. Ég rugglaðist við að því ég fór að ná í bæjarstjórnina. Liður 16. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála vegna byggingarleyfis fyrir Nesveg 22A. Hér er lagt fram til kynningar þessi úrskurður vegna byggingarleyfa. Lóðar hafa Nestús 4 ásamt 11 öðrum íbúum við götuna kærðu þá ákvörðun bæjarráðs Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar frá 18. ágúst 2022 að samþykkja umsókn um byggingarleyfi fyrir atvinnuhúsnæði á lóðinni Nesvegi 22A. Kröfðust kærendur ógildingar hinnar kærðu ákvörðunar og stöðvunar framkvæmda til bráðabirgða á meðan máli væri til meðferðar hjá úrskurðarnefndinni. Úrskurðarnefndin telur að umrædd bygging sé ekki í samræmi við gildandi aðalskipulag og að deiliskipuleggja hefði þurft svæðið áður en byggingarleyfi var gefið út. Byggir niðurstaðan á því að í aðalskipulaginu sé gert ráð fyrir deiliskipulagningu núverandi hafnar- og atvinnusvæða og á því að á engan hátt sé fallað í hinu umdeildu byggingaformi í aðalskipulaginu. Þetta er lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Ragnar Már, bæjarfulltrúi í Listagerðsvall. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þessi niðurstaða úrskurðarnefndarinnar kom ekkert sérstaklega á óvart og vorum við þá sem búin að benda á þetta alveg frá því í febrúar
hvaða leið þetta þyrfti að fara og að öllu líkindum myndi þetta enda svona sem var raunin. Það eru nokkri punktar hérna sem að var svona kannski staldrar aðeins við eftir að úrskurðurinn liggur fyrir og það er í fyrsta lagi fréttin sem að birtist á vef Stykkishólmsbæjar sem að manni fannst kannski, hvað var að segja, verið skrifuð í nafni Hálistans og hefði kannski átt betur heima á heimasíðu listans. Einnig segir bæjarstjórinn í blaðagrein að það hafi verið einhugur þetta. Það er náttúrulega ekki rétt, eins og við vitum öll. Og svo langar mig að spyrja einnig, það kom í frétt á Fréttablaðinu þann 1. nóvember, en þar segir forseti bæjarstjórnar að Asko Harvester hafi ætlað sig að vinna úr sjávarfangi og skapa tugum fólks atvinnu sem eru helstu rök þess að bærinn veitti fyrirtækinu flýtimeðferð. Hvað flýtimeðferð þýðir í svona máli veit ég ekki. Það væri ágætt að fá kannski skýringu á því. Og undir þessu máli ætlum við að kom bókun. Undirrituð furðar sig á því að ekki hafi verið boðað til sérstaks bæjarstjórnarfundar eftir að úrskurðurinn lá fyrir. Málið hefur verið kynnt í nefndum bæjarins en er fyrst að koma á dagskrá bæjarstjórnar núna. Og undir þetta skrifa Ríbólistinn, Haukur Garðarsson, Ragnheiður Harpa Sveinsdóttir og Ragnar Már. Og veit ég ekki hvernig byggingafulltrúi hefur meðhöndlað málið eftir að byggingaleyfi var fellt úr gildi, en frágangur á lóðinni, hann er allan ekki hafinn, hefur maður ekki tekið eftir. Ég væri gaman að vita hvernig staðan á því máli. Ekki verður lóðin svona næstu 2 árin, menn að vera að vinna deiliskipulagið. Því að það má gera ráð fyrir því að ef það er gert ráð fyrir verksmiðjunni að það verði einhver mótmæli frá íbúum, jafnvel kærur. Þannig að við erum að tala jafnvel töluvert langt ferli framöndan. Það var ágætt að fá skýringu á því hvernig staðan á frágangi á lóðinni, hvernig honum verður háttað. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar. Jakob bæjarstjóri, þetta er morðið. Gjör svo vel, Jakob. Forseti. Það voru nokkrar spurningar sem komu fram í máli Ragnars Más Ragnarssonar bæjarfulltrúa. Fyrsta lagi kannski var þetta síðustu spurninguna, frágangur og lóð. Það liggur fyrir að byggingafulltrúi sent lóðarhöfum bréf þar sem er tilkynnt úrskurðarnefndarinnar og er þá byggingafulltrúi að fylgja eftir þá frágangi á lóð í samræmi við byggingarreglugerð og viðeigandi lagaákvæði. Nú bara ef við fer hérna bara í lið fyrir lið í þessa punkta. Það hefur legið fyrir frá því febrúar þetta deiliskipuleggja. Ég hef ekki verið meðvitaður um það síðan ég kom hérna
í febrúar, það hefði legið fyrir frá í febrúar, það kom alltaf bara í júní síðastliðnum. Það var lagt til í febrúar. Það var ekki lagt til í júní. Ég held að það hefði bara verið þannig. Það var í júní. Okay. Það var í júní. En þetta nú svo sem bara aukatriði í þessu. Úrskurðurinn kom ekki óvart, en úrskurðurinn kom kannski óvart hvað varðar nálgun úrskurðarnefndarinnar á málið og hvernig úrskurðarnefndin komst að þessari niðurstöðu. Það kom mér á óvart. Þannig að ég get tekið undir það að því leytinu kom úrskurðurinn mér á óvart. En í sjálfu sér úrskurðarnefndin ekki að fara út í efnisatriði öðru leyti heldur en bara að túlka aðalskipulagið. Þannig að því leytinu komið það mér óvart að nálgast það með þessum hætti, að því við höfum verið að framkvæma þessi mál með öðrum hætti hér í Stykkishólmi eins og bæjarfulltrúar þekkja. Nú, fréttin og sveitarfélagsins, ég gerir ráð fyrir því að þessari spurningu sem beint til mín, þá starfsmanna sveitarfélagsins. Nú, ætli að það hafi ekki, og væntanlega þá þessi texti varandi það hvað áhrif þessi úrskurður hefði á önnur byggingaráform í sveitarfélaginu. En það var náttúrulega bara þetta sem kom bara óvart í úrskurðunum, að þessi nálgun úrskurðarnefndar hefði náttúrulega áhrif annars staðar og þá þyrfti bara að bregðast við að þannig að lóðar hafa til dæmis á þeim lóðum og þeir myndu þá vita það að sveitarfélagið meðvitað þá ætla að búa til fundar og vinna með þeim og finna lausnir á þessum lausnir þrátt fyrir þessa niðurstöðu úrskurðarnefndar. Þannig að það kannski var með í því ljósi sem að þetta var ávarpað þessum hætti á heimasíðunni, svo sem ekki skrifuð af hálflistanum heldur var bara verið að upplýsa niðurstöðuna þegar hún birtist vegna áhuga samfélagsins á málinu og líka að þarna voru 4 kærur frá íbúum sem lágu fyrir málinu og áttu rétt að fá upplýsingar það líka og opinber vettvangi ef það var ekki fengið að tilkynnt hver og einn fyrir sig. Og úrskurðurinn var líka birtur í heild sinni á sama tíma. Varðandi einhuginn sem var komið inn á hérna áðan, það væntanlega, og það vísað þá í blaðaviðtal við mig. Nú fer ég í nokkur blaðaviðtöl en ég gef mér ekki að þetta sé viðtal sem átti sér stað í ágúst af Skessuhorninu. Og ef ég maður rétt þá var þar eftir mér haft að það var einhugur með verkefnið í vor. Og ég svo sem hef ekki upplifað annað að segja að það hef ekki verið einhugur með verkefnið í vor. En ef að bæjarfulltrúar geta leiðrétt mig þar þá væri það bara upplýsandi fyrir mig. Ég bara var í þeirri merkingu. Já, þannig var minn skilningur á verkefninu, það hefur verið einhugur það í vor. Nú síðan eru það 2 atriði hérna sem voru reynda beint væntanlega meira til forseta bæjarstjórnar. Annars vegar hvað var það sérstakar flýtimeðferð og hins vegar fyrst núna til bæjarstjórnar. Ég get svo sem líka tekið til mín þar sem ég undirbý fundi bæjarstjórnar í samvinnu við forseta bæjarstjórnar. Það spurning þá hvað forsendum hefði átt að boða til bæjarstjórnarfundar til þess að kynna bæjarfulltrúum niðurstöðuna. Hún var alltaf að senda bæjarfulltrúum í tölvupósti niðurstaða strax, ef maður rétt, ef ekki strax þá daginn eftir. Þannig að og niðurstaða úrskurðarnefndar og úrskurðurinn sjálfur. Og það lá ekki fyrir á þeim tímapunkti nein sérstök ákvörðunartaka sem þurfti að eiga sér stað akkurat á þeim tímapunkti. En það var verið að reyna að vinna úr málunum og hefur tekið sann tíma og eru nú svo sem í vinnslu eins og sést á fundargerð bæjarráðs sem liggur fyrir fundinum. Þannig að
síðan er náttúrulega bæjarfulltrúum heimilt náttúrulega að óska eftir fundi til þess að ræða slík mál og ræða við forseta bæjarstjórnar það ef við teljast þörf á að halda bæjarstjórnarfund til þess að fjalla sérstaklega þetta mál eða einhver önnur og þá það forseta kannski að hlutast til það að halda slíkan fund og þá með þeim og náttúrulega bæjarfulltrúar rökstyðja það af hverju með eitthvað rökum eigi þá að halda þann fund. Varðandi þá þessa flýti meðferð, ég held að þetta sé bara hugtakanótkun sem er ruglingurinn í þessu. Grenndarkynning er lögformlegt ferli samkvæmt 44. grein skipulagslaga og er í rauninni ef hægt að segja flýti meðferð þá var það flýti meðferð í þeim skilningi að það sé undantekning á því að hægt sé að halda áfram með uppbyggingar áfram án þess að þurfa að deiliskipuleggja svæði. Hvort þetta sé kallað flýti meðferð í almennu umræðu eða ekki ætti ekki að skipta máli, heldur er þetta bara tvær leiðir í þessu, deiliskipulag og byggingar áform á grunni deiliskipulags eða byggingar áform á grunni grenndarkynningar. Í sjálfum sér eða byggingar áform á grunni þess að þurfi ekki grenndarkynna því þetta hafi það óverulega áform og áhrif á umhverfið og annað slíkt. Þetta svo sem eigin dráttum bara þessi þrír þættir sem komið til greina í skipulagsmeðferð varðandi slík uppbyggingar áform sem hér ræðir. Og ef ég skil máli rétt þá var þarna að ræða mismunandi skoðanir milli bæjarfulltrúa á því hvaða leiðir bæjarfulltrúar vildu fara þá, hvaða málsmeðferðarleiðir. Sumir vildu deiliskipulag, aðrir grenndarkynningu og hver sig voru með rök fyrir því og það er bara vel. En það flýti meðferð orðið er náttúrulega bara það að þurfi ekki deiliskipulag. Við getum þá sagt að málin á Hamraendum og annað það sé einhver sérstök flýti meðferð. Ef menn vilja kalla það flýti meðferð. Það er bara málsmeðferð á grundvelli 44. greinar skipulagslaga en ekki þá deiliskipulagsferli í heild sinni og síðan byggingarleyfi á grundvelli deiliskipulags. Þetta er bara hugtakanótkun held ég, fyrst og fremst, en nema bæjarforseti vilji ávarpa þetta eitthvað sérstaklega. Ég vona ég hafi ekki, ég held ég hafi farið yfir þær spurningar sem að framkom í máli bæjarfulltrúans Ragnars Más Ragnarssonar, en ef ekki, þá get ég komið hér aftur upp síðar og svarað einhver frekari spurningum. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið er laust. Ragnar Már getur svar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það sem að stakk mann í þessari frétt sem að birtist 1,5 tíma eftir að úrskurður var birtur og kom fram á vef Stykkishólmsbæjar að það væri verið að blanda Hamraendum inn í þetta mál. Það segir alveg skýrt í lögunum að það eigi að beita grenndarkynningu að eigi að beita því mjög þröngt. Það þurfi þá að falla að aðalskipulagi og það er akkurat það sem hefur verið gert upp á Kallöngum. Það eigi að vera lágreist bygging, upp á Hamrendum. Þar er byggðin algjörlega í takt við það sem segir í aðalskipulagi, snyrtilega ásýnd með léttum iðnaði, þannig að okkur varst það óviðeigandi að vera að blanda þessu tvennu saman. Þannig að 2
algjörlega ólík mál og fyrir liggja 2 umsóknir núna upp á Hamraendum sem eru algjörlega í takt við það og þessir aðaluppdrættir sem allavega hafa verið komnir að öðru húsinu falla mjög vel að því umhverfi sem þar þannig að það ekkert óeðlilegt við það þó að það svæði sem búið að vera meira og minna allt í grenndarkynningu og var byrjað að byggja með áður en að aðalskipulagið tók gildi að það verði klárað með grenndarkynningu. Þarna erum við bara að tala miklu stærra og meira mál. Takk. Ég var ekki Takk fyrir þetta, Ragnar. Jakob, við biðjum orðið. Forseti, ég bæjarfulltrúinn fór hérna aðeins yfir einmitt 44. grein og hvernig ber að beita henni. Í rauninni kannski réttar að orða þetta með þessum hætti að ræða undantekningar ákvæði og túlkunin þröng á þessu. Undantekningar vanalega túlkaða þröngt. Svona í lögskýringum. En varðandi þá aðra þætti, ég skil alveg hvaðan bæjarfulltrúinn að koma. Varðandi það hvort að ég ávarpa Hamraenda eða ekki í þessi frétt. En maður alveg að það hafi bara verið mist. Ég ætla ekki að standa hérna upp einhvern veginn og fjölyrða eitthvað það. Eins og máli blasti við úrskurðurinn, orðalega úrskurðurinn sem það hafði bara áhrif á önnur svæði og það var bara ávarpað í þessari frétt. Fundir hafa verið haldnir, verið að vinna að því að tryggja það að þetta hafi ekki för með sér fyrsta lagi skapandi hálfu sveitarfélagsins og öðru lagi að tryggja hagsmuni lóðarhafa, að þeir verði ekki fyrir tjóni. Það þannig sem að sveitarfélagið brugðust við, að reyna að tryggja hag allra aðila, hvort sem á við sveitarfélagi eða aðra aðila, því að ef að sveitarfélagi bara að gefa okkur það, ef menn komi hér upp og segja, herðu, það bara ekkert að þessu máli. Hamraendarnir, þarf ekki að deiliskipulega það til þess að gefa byggingleyfi. Síðan gefur sveitarfélagið bara út byggingleyfi og þetta haldið áfram, framkvæmdir hefjast og síðan kemur kæra og þá náttúrulega aftur gætu verið fyrir hendi skapandi að því að það liggur þá þegar fyrir úrskurður. Það ekki verið að það liggur fyrir fordómum og sveitarfélagið hefði mátt vita að þetta hafi verið svona. Það þessum grunni sem vakti væntanlega fyrir mönnum þegar að fréttin var skrifuð og þessi fundir sem voru síðan haldið með lóðarhöfum, það var það að reyna að tryggja það að hagsmuni sveitarfélagsins fyrst og fremst, en einnig að sjálfsögðu sama tíma hagsmuni lóðarhafa á Hamraendum og reyna að vinna að lausn málum. Ég get alveg reynt mér að segja það bara hér að ef að segjum að lóðarhafar á Hamraendum núna falli frá sínum áformi báðir, þá finnst mér mjög ólíklegt að ég mun þó ráðleggja bæjarfulltrúum að úthluta þessum lóðum ekki aftur fyrir búið deiliskipulag sem dæmi í miðað við þennan úrskurð. Það sem en ég myndi hins vegar halda að eins og við munum ræða þetta síðar og ekki hluti að ekki að dagskrá þessa fundar en það sé hins vegar ekki forsend til þess að afturkalla fyrir ákvarðanir eins og ég held að við séum þá, ég held að ég sé þá efnislega sammála því sem að bæjarfulltrúi Ragnar Már Ragnarsson sé að halda fram að halda áfram uppbyggingu á Skipavíkursvæðinu þrátt fyrir en úrskurð, þannig að við svo sem, nei, fyrir ekki á Hamraendarsvæðinu.
Það ég held að efnislega séu við sammála hvort að, en í síðan getum við rætt raunverulega og bara getum sem sest niður og rætt á betur nálgunina að því og hvar þessi skurðpunktar liggja, en fyrir mér er þetta mál mjög skýrt en ég myndi ánægður taka við öllum ábendingum það sem að betur mætti fara í stjórnsýslu eða þá upplýsingagjöf sveitarfélagsins og tek þessu bara sem ábendingu slíkt. Orðið er laust. Ragnar Ingi er beðinn fulltalega. Við tökum smá hlé. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum sameini kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngufæri og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar.
Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins,
ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngu færi og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það á þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamott. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying.
Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu. Og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu, þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum. Þá höldum við áfram eftir fundarhlé. Orðið er laust. Ragnar Ingi, bæjarfulltrúi Hálstæði, biður um orðið. Gerðu svo vel, Ragnar. Virðulegi forseti, það eru bæjarstjórnarmenn. Við ætlum að koma hérna með bókun undir þetta mál og lesi hana hérna núna. Í fyrirliggjandi úrskurði taldi nefndin að aðalskipulag sveitarfélagsins gerði ráð fyrir deiliskipulagningu athafnasvæða og hafnasvæða áður en byggingarleyfisumsókn sé samþykkt og því sé ekki heimilt að grenndarkynna byggingarleyfisumsókn og aðal uppdrætti á þessum svæðum líkt og gert var í því tilviki. Fyrir liggur að sátt hefur það að afgreiða mál með þessum hætti á öðrum svæðum í sveitarfélaginu þrátt fyrir fyrirliggjandi orðalag í aðalskipulagi sveitarfélagsins, nú síðast í ágúst 2022. En einnig fyrr á þessu ári, þar sem samþykkt var að grenndarkynna lóðarumsóknir með sama hætti og í því máli sem úrskurðurinn fjallar um. Hér er því ekki að ræða áfellisdómi við málsferð sveitarfélagsins í þessu einstaka máli, heldur meðferð sveitarfélagsins í þessum málum frá því að aðalskipulagið var samþykkt árið 2002. Á þessum mistökum verða núverandi og fyrrum bæjarfulltrúar sem hafa tekið þátt í því að samþykkja þessa málsmeðferð sem og starfsmenn sveitarfélagsins að læra af og taka með sér og miða við þegar það horf er til framtíðar og til nýrra áforma sem munu koma á borð sveitarfélagsins og varða uppbyggingu á sveitarfélaginu á athafnar- og hafnarsvæðum. Gríðarlegt tækifæri er í dag og til lengri framtíðar til atvinnuuppbyggingar á svæðinu byggð á þeim möguleikum sem felast í þörungavinnslu og sjálfbærri nýtingu sjávarafurða úr Breiðafirði. Hálisti vill að sveitarfélagið verði leiðandi í þeirri vegferð og vill koma til móts við framtíðina sem fyrst með því að koma á fót umhverfisvænni atvinnuuppbyggingu þörungavinnslu á svæðinu þannig að hægt sé að hefja framleiðslu á vörum með jákvæðum umhverfisáhrifum það ríkir almenn sátt í samfélaginu. Og undir þetta skrifar álistinn Ragnar Ingi, Hrafnhildur Hallars, Steinunn Magnúsdóttir og Þórhildur Eyþórsdóttir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ragnar Ingi. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós undir lið 16. Ragnar Már. Gerðu svo vel. Þú ert hérna búinn, en þetta er stórt mál, ég skal leyfa þér að koma upp. Gerðu svo vel, Ragnar.
Forseti. Það er margt ágætt sem kemur þarna fram í bókuninni og að þetta skuli unnið í sátt við umhverfið og eitthvað meira til. Þannig að ég tek alveg heils hugar undir það og hérna hvort að deiliskipulag á hafnarsvæði sé endilega rétti staðurinn. Nú erum við náttúrulega með Kallhamra og annað og það var nú lagt til í skipulags- og byggingarnefnd að það yrði leitað til eiganda fyrirtækisins að finna hugsanlega aðra staðsetningu en mér finnst þetta bara ágætis tillaga eða bókun að þetta verði unnið í sem mestri sátt en þá svona í mínum huga þá mætti bara skoða önnur svæði. Ég held að, og ég tek undir bókun í listans í skipulags- og byggingarnefnd að það ætti jafnvel að reyna að finna þessu ágæta fyrirtæki annar stað þar sem að yrði meiri sátt starfsemina. Takk. Takk fyrir þetta Ragnar. Fleiri sem vilja kveðja sig ljós undir þessum lið. Jakob Björgvin Geirsvall. Forseti. Nú bara aðeins bara að taka smá umræðu bara í framhaldi af því sem að bæjarfulltrúi Ragnar Már Ragnarsson kom inn á og varðandi tillögu sem að var sett fram á skipulagsfundi að hvetja bæjarstjórn til þess að horfa til staðsendingar á Kallhamrum varðandi uppbyggingu á þangvinnslu. Því að það var komið inn á það hér í ræðu bæjarfulltrúans. Það er kannski svona 20 þessu sem það er þá bara að hafa í huga. Að nefna það hér þá. Fyrsta lagi samkvæmt núverandi áætlunum sveitarfélagsins að þá mun það skipulag taka gildi á árinu 2024. Það fyrir það fyrsta. Það er alltaf mun umfangsmeiri skipulagsferli heldur en það skipulagsferli sem að verið er að fara af stað í núna á hafnarsvæði Skipavíkur. Þetta liggur náttúrulega bara fyrir landnýtingin á því svæði og annað slíkt. Það sem hefur verið að horfa til upp á Kallhamri til dæmis og upp á Hamraendum, það er verið að horfa til þess að brjóta undir nýtt land og það er einu opið svæði samkvæmt landnýtingu og síðan þurfum við náttúrulega að vera að horfa til þess á þessum svæðum hvers konar atvinnustarfsemi, hvað erum við að fara að horfa á til framtíðar. Það er náttúrulega krefjandi verkefni en gríðarlega spennandi og auðvitað krefst það svolítið vinnu og yfirlegu og það var náttúrulega á bæjarráðsfundi til dæmis óskað eftir lóðarumsókn líka fyrir landeldi og kræklingaræktun sem er ennþá bara á hugmyndastigi og þetta er allt einhver sem hægt er að horfa til þegar að vera skipuleggja þess atvinnustarfsemi upp á Kallhamrum. En tímafaktorinn er hinn þátturinn í þessu. Það varandi þá bara innviði. Ég held að ágætt að hafa því í huga að sko forsenda fyrir uppbyggingunni, sko með umræðu líka umræðu bæjarfulltrúa varandi þá þessa fjárhagsáætlun sem er enn í vinnslu, sko varandi þá fjárfestingar getu sveitarfélagsins og ekki kannski fjárfestingar getu heldur markmið fjárfestinga næstu ára sem verið að reyna svona að vera að horfa og taka mið af og
þá kostnaður við innviða uppbyggingu á svæðinu töluverður og það þarf einnig að ná þarna samkomulagi við Vegagerðina við ákveðna uppbyggingu á þessu vegframkvæmdum sem er þá það skilgreindur til dæmis sem héraðsvegur, eða ekki? Bundið slitlag og annað, þetta er að kosta töluverða fjármuni bara innviðinir á svæðinu, bara upp á kallum, það er engin innviði til staðar. Og þá þyrfti náttúrulega að gera ráð fyrir því í fjárhagsáætlunum sveitarfélagsins og það er nú eitt af því sem verið er að velta upp í þá áætlun að gera sveitarfélagsins til lengri tíma, þessum möguleikum, en ef ekkert er fast í hendi með umfangsmikla uppbyggingu. Við þurfum að kannski að tala kannski 5.000 fermetra húsnæði. Þá átti ég 100 milljónir í gatnagerðargjöld í innviði. Til þess að fjármagna þá innviði sem að þarf til þess að byggja upp svæðið. Þá er kannski það er þessi fyrsti þröskuldur. Fyrsti þröskuldur er þessi tímafaktor sem er bara í skipulagsvinnunni og því flækjustig sem í því felst og hinn faktorinn er þá óvissa þá uppbyggingu sem mun eiga sér þá. Er það fast í hendi og hvenær verður það fast í hendi? Vonandi náum einhver samkomulagi við AGT Síflands fljótlega, þá liggur það fyrir, en hversu fast í hendi er það, þangað til það gerist. Það er margir óvissuþættir. Ég held að sé eitthvað sem við þurfum bara að taka þá áfram umræðu bara varðandi þá uppbyggingar áformin á innviðum og þarna, en ég held að það sé alltaf þetta sama. Það er forsendan lítur alltaf að vera svo að við fáum þetta stórt fyrirtæki, umfangsmikið fyrirtæki sem að gæti þá fjármagna innviðina á svæðinu helst að öllu leyti með gatnagerðargjöldum. En gatnagerðargjöldin, ef við erum að tala þá þetta fyrirtæki sem var nefnt hér áðan, þá þau ekki nema 30 milljónir. Það er langur vegur frá að það sé að fjármagna, það eitt sé að fjármagna innviða uppbyggingu. Það er bara ágætt að hafa kannski þessa faktor í huga, bæði tímafaktorinn og síðan þá kostnaðinn þegar verið er að fara yfir þetta, en auðvitað hafa bæjarfulltrúar, svo sem sérstaklega þessi bæjarfulltrúar sem voru náttúrulega á síðasta kjörtímabili svona verið meðvitaður Já, ekkert meira þetta. Ég vil bara koma inn á þetta því að það var nefnt fyrir sérstaklega. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið er enda laust undir lið 16 ef þú vilt hvað þessi hljóð. Svo er ekki, en ég ætla svo nefna það fyrir næsta lið að ummæli Ragnars Másum, mín ummæli í viðtali við Fréttablaðið er náttúrulega sjálfsögðu aldrei skrifað beint upp eftir manni þegar það talaði manni síman. Og við held ég aldrei rætt, ég held það ekkert. Ég vissum það að við rættum aldrei með flýtimeðferð í þessu máli. Liður 17. Samþætting þjónustu í þágu farsælda barna. Hér er lögð fram gögn og upplýsingar er varða innleiðingu á lögum samþættingu þjónustu í þágu farsælda barna og orðið er laust undir lið 17. Enginn hvað þessi hljóð. Liður 18. Óskum tilnefningar í vatnasvæðanefndir. Það er lögð hér fram ósk Umhverfisstofnunar tilnefningar í vatnasvæðanefndir með tilvísun í 6. grein reglugerðar stjórn vatnamála. Tilnefningar óskast eigi síðar en 21. nóvember næstkomandi. Bæjarráð tilnefndi á 5. fundi sínum Jakob Björgvin S. Jakobsson bæjarstjóra sem aðalmann og Steinunni Magnúsdóttur sem varamann. Orðið er laust undir lið 18. Ákvæðsla bæjarráðs er lögð hér fram til staðfestingar og hver er staðfesta ákvæðslu bæjarráðs í þessu máli. Og það er samþykkt af fullum, samhljóða.
Liður 19, innleiðing hringrásar hagkerfis, það er stóra mál. Umfangsmiklar lagabreytingar voru samþykktar á Alþingi í júní 2021 flokkun og endurvinnslu, hollustuhætti, mengunarvarnir, úrvinnslugjald og fleira. Þessar breytingar koma flestar til framkvæmda 1. janúar 2023 og er ætlað að skapa skilyrði fyrir myndun hringrásarhagkerfis svo stuðla megi að sjálfbærri auðlindanotkun og draga úr myndun úrgangs. Forsvarsmenn Íslenska gámafélagsins komu til fundar við bæjarráð á 5. fundi ráðsins og kynntu þær breytingar sem fyrir höndum eru á svo væntanlegum þjónustubreytingum og fleira hjá sveitarfélaginu vegna þessa. Bæjarráð samþykkti að boða verði til íbúafundar og kynntar breytingar á flokkun og endurvinnslu úrgangs. Í framhaldi af íbúafundi verði gerð skoðanakönnun hjá íbúum hvort þeir vilji 4. tunnuna fyrir plast eða tvískipta tunnu þar sem pappi og pappír og plast væru í tvískiptu tunnunni. Settar verða 2-3 grenndarstöðvar í sveitarfélaginu fyrir textíl, málma og gler. Jafnframt fór bæjarráð bæjarstjóra að ganga til samninga að framlengja samning við Íslenska gámafélagið 6 mánuði. Ákvæðstæða bæjarráðs er lögð hér til staðfestingar og orðið er laust undir lið 19. Það er enginn að tjá sig hringrásarhagkerfið. Bæjarstjóri staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hver samþykkið því? Þetta eru 2 tillögur, er ekki að bera báðar upp? Það er skýrt. Annars er samþykkt að það er búið til íbúafundar og hins vegar að ganga til samninga. Þetta sé rétt. Sjálfsagt verða þetta. Hver samþykkið því að það verði boðað til íbúafundar og kynntar breytingar á flokkun og endurvinnslu úrgangs? Það er samþykkt samhliða. Og hver samþykkið því að bæjarstjóri gangi til samninga að framlengja samning við Íslenska gámafélagið 6 mánuði? Hver samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 20 fundargerð heilbrigðisnefndar Vesturlands. Lögðu hér fram fundargerð frá fundi nr. 178. Sveitarstjórnir þurfa að samþykkja fjárhagsáætlun samkvæmt lögum nr. 7 frá 1998 hollustuhætti. Það er smá fundur, já. Já, ég ætla að taka fundarlega. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og öruggra samgangna þar á milli, má heita samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með ótilhendi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngufæri og öflug. Þá höldum við áfram eftir fundarlega, við ætlum aðeins að fara aftur í lið 19 til þess að allt sé skýrt og ljóst, og þá ætlum ég að bera upp til afgreiðslu
hvort að bæjarstjórnarfulltrúar samþykki að settar verða 2 til 3 grenndarstöðvar í sveitarfélaginu fyrir textíl, málma og gler. Hver eru samþykki því? Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við búin að afgreiða þennan lið. Þá er aftur liðið 20 fundargerð heilbrigðisnefndar. Lögð hér fram fundargerð 178. fundar heilbrigðisnefndar Vesturlands. Sveitarstjórnir þurfa að samþykkja fjárhagsáætlun samkvæmt lögum nr. 7/1998 hollustuhætti og mengunarvarnir en gjaldskrár gefin út af heilbrigðisnefnd. Bæjarráð samþykkti á 5. fundi sínum fyrirliggjandi fjárhagsramma sem framkemur í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð hér fram til staðfestingar og orðið er laust. Enginn hefur kveðið sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju er samþykki því? Og það er samþykkt samhliða. Það kom að lið 21 sem er skólastarf leikskólans í jólin 2022. Lögður hér fram drög skólastjórnenda að bréfi til foreldra varðandi afslátt af gjöldum milli jól og nýárs og 3 daga fyrir jólin. Bæjarráð samþykkti á 5. fundi sínu fyrirkomulag opnunar skólans fyrir jól og milli jól og nýárs í samræmi við erindi skólastjóra. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð hér fram til staðfestingar og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hver eru samþykki því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 22. Þjóðhátíðarnefnd. Þið heyrðu rétt, ég sagði þjóðhátíðarnefnd. Kjör í þjóðhátíðarnefnd vegna hátíðarhalda 17. júní 2023. Bæjarráð vísaði kjöri í þjóðhátíðarnefnd í bæjarstjórnarfundar og ég ber hér upp fulltrúa í þjóðhátíðarnefnd. Rebekka Rán Karlsdóttir formaður, Ásmundur Sigurjón Guðmundsson, Ólafur Ólafsson, Silja Sigurjónsdóttir, Bjarni Þormar Pálsson, Ingibjörg Edda Birgisdóttir, Kristján Hildebrandsson, Íris Fönn Pálsdóttir, Lilja Ír Víglúsdóttir og Elvar Már Eggertsson. Orðið er laust undir lið 22 þjóðhátíðarnefnd fyrir árið 2023. Hver eru samþykkir þessari nefnd? Allir samþykkir að fá þetta úrvalsfólk þarna inn. Liður 23 umsókn vegna nýs lífsöluleyfis. Lagt er fram bréf þar sem Lyfjastofnun óskar eftir umsókn Stykkishólmsbæjar umsókn nýtt lífsöluleyfi. Bæjarráð gerði á 5. fundi sínum ekki athugasemdir við veitingu nýs lífsöluleyfi fyrir lyfju í Stykkishólmi. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð hér fram til staðfestingar og orðið er laust. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hver eru samþykki því? Og það er samþykkt samhliða. Þá kom með að lið 24 Víkurgöta 7 lóðarleigusamningur. Lagður við fram til samþykktar lóðarleigusamningur við lóðarhafa Víkurgötu 7. Bæjarráð samþykkt á 5. fundi sínum fyrir geti lóðarleigusamning. Orðið er laust undir lið 24. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir lóðarleigusamning við lóðarhafa Víkurgötu 7. Hverju eru samþykki því? Og það er samþykkt samhliða. Þá kom að lið 25. Bætt umferðaröryggi við gangbrautir í Stykkishólmi, gangbrautarlýsing og blikkljósakerfi. Á 5. fundi bæjarráðs gerði bæjarstjóri grein fyrir hugmyndunum sem unnið hefur verið varða bætt umferðaröryggi gangbrautir í Stykkishólmi og lagði fram kostnaðarmat og tillögu að lýsingu og skiltum grunnskóla í Stykkishólmi sem fyrsta skref í þeirri uppbyggingu. En lausnin felur í sig uppstillingu blikkljósa og 2 ljósastaura sem veita megi mesta birtu á þeirri hlið óvaris vegfaranda sem snýra umferðinni en einnig minnstu óbirtu fyrir ökumenn. Sveitarfélagið stefnir í framhaldinu því að bæta umferðaröryggi víðar í bæjarfélaginu með sambærilegum hætti með áherslu á umferðaröryggi barna og þá aðallega verið að horfa sem næsta skref að bæta umferðaröryggi á minnstakosti 3 stöðum aðalgötu í samstarfi við Vegagerðina. Bæjarráð samþykkti á 5. fundi sínum tillögur bæjarstjóra. Afgreiðsla bæjarráðs lögð hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 25. Þórhildur Eyþórsdóttir bæjarfulltrúi Hálista er beðið um orðið. Þú er búin að koma svo oft upp, Ragnar.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá að lesa upp bókun Hálista. Á síðasta kjörtímabili hófst markviss vinna að bættu öryggi og samgöngum gangandi vegfarendur í sveitarfélaginu í samræmi við þær áherslur sem Hálistinn stendur fyrir. Meðal annars með bættum göngustígum og gerð umferðaröryggisáætlunar sem kom út núna í apríl á þessu ári. Hálistinn fagnar framlögðum tillögum að bættu umferðaröryggi með lýsingu, skiltum og blikkljósum með helstu gangbrautir bæjarins og leggur áherslu á mikilvægi þess að halda verkefninu áfram. Og undir þetta rita Hrafnhildur, Steinunn, Ragnar Ingi og Þórhildur. Takk. Takk fyrir þetta Þórhildur. Ragnar Már, bæjarfulltrúi Ílista, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við hefðum nánast getað verið með sameiginlega bókun þetta, því að okkar er mjög svipuð. En við þessar bókum undirritum fagnar því að umferðaröryggi verið bætt við grunnskóla Stykkishólms. Bætt umferðaröryggi við grunnskólan hefur ítrekað verið til umræðu, enda mikil hætta þarna á ferð, meðal annars vegna ónægrar lýsingar og því orðið tímabært að framkvæmdir hefjist. Þá benda undirrituð á mikilvægi þess að halda þessari vinnu áfram og forgangsraða aðgerðum í kjölfarið til að bæta umferðaröryggi við gangbrautir á aðalgötu. Og undir þetta ritar íbúalistinn Haukur Garðarsson, Ragnar Harpa og Ragnar Már. Fleiri sem vilja tala umferðaröryggið og umferðarljósin. Orðið enn laust. Jakob Björgvin bæjarstjóri, gerðu svo vel. Forseti, ég fagna ég bara ekki líka þessari niðurstöðu og þessu samheldni sem hefur myndast þetta mál. Þetta náttúrulega fjallað þetta í umferðaröryggisáætlun sveitarfélagsins og hvernig fólkursögum sem lögð þar fram og þar einmitt þessi 3 staðir á aðalgötunni sem að vera líka sérstaklega að horfa til. En það var ekki það sem ég ætla að segja hér, heldur vildi ég kannski bara varpa hérna fram til bæjarfulltrúa og til íbúa ef það eru hugmyndir sem að aðra en þeir sem koma fram í umferðaröryggisáætluninni og að bættu umferðaröryggi í sveitarfélaginu þá hvetji til þess að þeim hugmyndir sem komið á framfæri. Í sveitarfélagi, það er þetta að koma því á framfæri til dæmis með því að fara á vefsíðu sveitarfélagsins og senda þannig inn þar á ábendingar síðu sveitarfélagsins sem sést á forsíðu heimasíðunnar. En það er verið að horfa núna á það sem liggur fyrir og var rætt í umferðaröryggisáætluninni var einmitt þarna hjá bakaríinu og hjá Kæflisgarðinum, Hólmgarðinum. Síðan er á gatnamótum Búðarnesvegar og aðalgötu, þar sem er hjá leikskólanum. Síðan gætu verið svæði annars staðar í sveitarfélaginu sem að mætti bæta lýsingu, þótt að væri ekki endilega með svona búnaði eins og hér að ræða, heldur þá bara með öðrum hætti, jafnvel þó bara lýsingu. Þá endilega hvetja til þess að því sem koma á framfæri því að við viljum náttúrulega tryggja öryggi gangandi verkfærenda og sér í lagi barna sem eru á leið til skóla. Þannig að ég vildi bara hvetja mig til hóls til þess að koma þessu svona hér þessum ræðustóli á framfæri. Takk fyrir þetta, Jakob. Þetta eru öll saman að bæta öryggi barna. Þeir sem vilja taka til máls. Þá les ég upp bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru sammála því? Og það er samþykkt samhliða. Það kom að lið 26, stofnun safnaklasa Vesturlands. Lagt er fram minnisblað Sigursteins Sigurðssonar, menningar- og velferðarfulltrúa á SSV vegna stofnunar safnaklasa Vesturlands ásamt tengdum gögnum. En krafa aukið samstarf safna kemur víða fram í opinberum stefnum og áætlunum.
Á fyrsta fundi safna- og menningarmálanefndar taldi nefndin mikilvægt að ná samstöðu þessi mál á Vesturlandi og tók jákvætt í erindið. Safna- og menningarmálanefnd lagði jafnframt áherslu á að kynna þurfi máli vel fyrir bæjarstjórnunum og forstöðumönnum safna á Vesturlandi. Bæjarráð tók á 5. fundi sínum undir umsögn safna- og menningarmálanefndar og samþykkir aðkomu sveitarfélagsins að verkefninu. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð því fram til staðfestingar og orðið er laust undir lið 26. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hver eru samþykki því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 27. Stefnumótun í sjávarútvegi. Sjávarútvegsstefna. Hér er lögð fram greinargerð stöðu vinnu við gerð sjávarútvegsstefnu sem birt var í samráðsgátt stjórnvalda í október 2022, mál númer 201 frá 2022. Þar sem matvælaráðuneytið gefur í gegnum samráðsgátt stjórnvalda áhugasömum kost á að koma á framfæri hugmyndum og athugasemdum sem nýst geta við stefnumótun í sjávarútvegi ásamt greinargerð sem lýsir áherslum og fyrirhuguðu verklagi matvælaráðherra við stefnumótun á sviði matvæla og lögð var fram í samráðsgátt stjórnvalda í vor, mál númer 49 frá 2022 og umsögn fyrirtækis Stykkishólms það mál. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd lagði á öðrum fundi sínum áherslu á að handhafar skelbóta fái í stað bótanna varanlega aflahlutdeild enda verði hún bundin við þá staði sem við Breiðafjörð þar sem veiðarnar fóru fram á sínum tíma í samræmi við tillögu 316 í niðurstöðu starfshóps um eflingu atvinnulífs í Stykkishólmi dagsettu 17. mars 2022. Bæjarráð tók á 5. fundi sínum undir og staðfesti afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar með þó þeirri breytingu að framsalsréttur verði heimilaður innan svæðisins. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar og orðið er laust undir lið 27. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi í Ylista, hefur beðið orðið. Gerðu svo vel, Haukur. Forseti, bæjarfulltrúar. Þetta er náttúrulega risastórt mál og þegar ég fór að skoða þetta nánar þá sá ég það að maður komin út í svolítið fen með þetta. Þarna breyttum við ákveðinni bókun eða afgreiðslu yfir í framsalsréttinn á svæði. Þetta er gamalt mál og varðar bæði hagsmuni bæjarins og hagsmuni þeirra sem að sækja kvótann eða fá skelbauturnar. Og það liggur náttúrulega bara þannig að þeir fá þorskígildi annað og það er í kerfi sem við erum með í dag og þar er framsalsheimild í því, þannig að það flutti yfir í það kerfi þá hafa þær það og þetta hafa þá réttið til þess að selja þetta. Það að við setjum framsalsréttur bara á svæðinu eru þetta hagsmuni bæjarins sem við erum að horfa á þar. Það má segja að hagsmuni bæjarins kannski betur varið með því að hafa þetta í skelbótum og vera alltaf að fara í gegnum þetta kerfi, en það er hvimleitt og erfitt. Og þess vegna er þetta sett inn að reyna að halda þessu á svæðinu, það þýðir það að setja lög á það. Ég veit ekki hvernig það myndi virka. Þetta er mál sem er erfitt að ákveða á þessum vettvangi. Ég er mjög óákveðinn með það hvort maður er að sitja hjá eða hvort maður er að leyfa sig að halda áfram. Þetta er eitthvað sem þarfnast umræðu og miklu dýpra en við myndum taka hér. Þannig að ég vil bara benda á það að þetta er svona mál sem kemur og virðist ekki vera flókið en er mjög djúpt og varðar náttúrulega allt kvótakerfið eins og leggur sig. Þannig að ég ætla núna að setjast niður og ákveða hvort ég ætla að sitja hjá eða kjósa með þessu. Takk fyrir þetta, Haukur. Jakob Björgvin beðið orðið. Forseti, veit ekki hvort ég ná að sannfæra bæjarfulltrúa Hauk Garðarsson um að samþykkja þetta eða hvort ég hreinlega að fá hann til þess að snúast alveg í vangurinn sín og hafna þessu. En það er alveg rétt sem að framkom hér hjá bæjarfulltrúanum að þetta er ekki einfalt mál. En málatilbúnaður sveitarfélagsins í þessu máli og sem byggir á tillögum starfshóps eflingu atvinnulífs í Stykkishólmi á sín tíma var á þá leið að reyna þá að skilyrðisbinda þá aflahlutdeild við svæðið með sama hætti og skilin. Gallinn við skelbæturnar, því
því að þær voru nefndar hér, er þá þessi óvissa sem þær hver einasta ári. Ef að það mætti alveg, ef það væri fast í hendi að hér væri skelbætur næstu árin og það væri bara fast í hendi næstu 15 ári skelbætur í sveitarfélaginu, þá kannski þyrfti að geta að fara í svona vegferð og leggja áherslu á þessa þætti sem hér koma fram. En það er hins vegar ekki staðan í dag og það er sótt bæði að rækjubótunum og skelbótunum og þessi 5,3% kerfi sem að þær eru í. Nú er þegar, það sem þessi hérna, það sem þessi álutin hér byggir á er þá stefnumótun í sjávarútvegi sem að vinna að og meðal þess sem að vinna hér að einmitt 5,3%, það sem skelbæturnar eru undir. Hvað verður það? Það hafa komið þingmenn í ræðustól á Alþingi og raunverulega varpað þeirri spurningu af hverju erum við að greiða skelbætur. Og þetta er í umræðunni í samfélaginu því að þeir sem að náttúrulega búa kannski ekki á þessu svæði hér, þetta annars staðar, velta þetta bara fyrir sér og skilja kannski ekki forsöguna og hafa kannski ekki þekkingu á henni þeirri forsögu sem að liggur baki í skelbótunum sem er náttúrulega þær að þegar skelin hrundi hér á sínum tíma þá var þetta sett á fót og ekki síst rökin fyrir því var svo að á sínum tíma á 8. áratug síðustu aldar þá var úthlutað hér skelkvóta og í staðinn þá náðu þeir ekki veiðireynslu sem voru þar undir sem voru að veiða skel og síðan aftur þurftu að láta hendi aflaheimildir í bólfiski í staðinn. Þannig að það sem við erum að tala hérna í þessum tillögum, við skuldi til dæmis með, ef mann rétt, þá er vísa líka í tillögu 316 í niðurstöðu starfshóps Eflingu og atvinnulífs í Stykkishólmi. Það er nokkuð niður gerð grein og er svona til fyllingar á þessu sem hér kemur fram. Það er gerð grein fyrir sögunni ákveðnu leyti og fyrir þá stefnumörkun sem að fór fram á síðasta kjörtímabili við starfshóp sem þá var að störfum, þar sem að einmitt lagði til ákveðna leið sem er svo sem ekkert í mikill andstöðu við þetta. Eina viðbótin sem hér er verið og það sem að sveitarfélagið hefur verið að leggja áherslu á er að skilyrðisbinda þetta við svæði. Það er svo sem aðal kannski punkturinn sem er frábærinn kannski því sem að kom fram í starfshópi, þá er þetta starfshópi á vegum ríkisins, ekki starfshópi Eflingu atvinnulífsins, öðru starfshópi sem var hér til umfjöllun á síðasta kjörtímabili. En alveg rétt sem fram kom hér áðan að nú er þetta fiskveiðistjórnarkerfi gerir ekki ráð fyrir skilyrðisbindingu í svæði á slíkri aflahlutdeild sem hér ræðir og það þyrfti lagabreytingu og það þyrfti náttúrulega útfærslu á því og til að frá sveitarfélaginu er ekki svo að hér liggi fyrir einhver útfærsla á því, heldur er hægt að framkvæma þetta með þessum hætti og maður sé fyrir sig til dæmis að það væri aflahlutdeild, þá væri það þeir sem að væri með skelkvóta sem myndi þá leggja hann inn og fá í staðinn aflahlutdeild í bólfiski og síðan segjum svo að skelin myndi síðan koma aftur og þá heitir það svissa tilbaka, ég veit ekki, þetta er náttúrulega útfærsluatriði. En hér er þá bara verið að halda áfram í rauninni hefur þetta verið sko ef maður tekur sko umræðinu framsalsrétt heimila innan svæðisins ekki út fyrir svega, það hefur svo sem aldrei verið sagt með neinum beinum hætti, heldur við verið að tala skilyrðisbundið svæðið, að þá hefur þetta svo sem margsinnist verið svo sem afgreitt sko hér af bæjarstjórn á síðasta kjörtímabili, þessi svona þessi stefnumörkun og ég get til dæmis nefnt það að bæjarfulltrúinn Haukur Garðarsson svona til styrkingar að þá hefur að samþykkta hér sko, þessa stefnumörkun er umverulega að nema þá með þessum framstagsrétti, það er eiginlega það sem er nýtt í þessu. Það hefur verið lagt áherslu á að handhafar skelbóta fái bótana varanlega aflahlutdeild. Það hefur náttúrulega verið líka áherslu á skelbæturnar að þær síðan þau til staðar.
En allt byggir þetta kannski á þessari grunnpunkti að það þarf að tryggja einhvern fyrirsjáanleika, hvort sem það skelbætur til framtíðar og þá við reglugerð til lengri tíma. Eða þá þetta að það varanlegar aflahlutdeild sem þá skilyrðisbundin hér, bara eins og skilin var, og setur inn skilkvótanum sem var skilyrðisbundin við stykkishólm og Grundarfjörð og aflahlutdeild þá skilyrðisbundin stykkishólm og Grundarfjörð. Auðvitað getur það verið þá þannig að innan svæðisins getur alveg þýtt þá að þetta getur alveg farið úr Stykkishólmi í Grundarfjörð og Grundarfjörð Stykkishólm. Það ekki útilokað. Það fer allt eftir hvernig útfærir þetta. En hérna ekkert verið að taka ákvörðun um það, heldur bara það að það sé komið einhverju föstu formi á það. Hérna einn tillaga um það að þetta sé gert með þessum hætti og síðan fjalla líka um það til viðbótar í tillögum starfsemi um eflingu atvinnulífs í tillögu 3-6. Svona til fyllingar á því sem framkemur hér, en þetta líka vísar atvinnumálanefndin í þá tillögu starfshópsins. Það vantar reyndar hérna og kannski við myndum fá að bæta því hérna við að það vantar inn í innganginn rétta bókun atvinnu- og nýsköpunarnefndar. En það stóð, það hefur bara ekki ratað inn, það hefur bara misritun hér, en það ætti að vera í inngangnum, með leyfi forseta, atvinnu- og nýsköpunarnefnd lagði á fundi sínum áherslu á að handhafa skelbóta fái í stað bótanna varanlega aflahlutdeild sem skilyrðis án framsalsréttar. Það hefur bara svo sem misfarist að bæta því við þarna í inngangnum. Skýringin svo að kom inn raunverulega í samskiptum nefndarmanna eftir fundin, ef ég skil það rétt. Nú veit ég ekki hvort ég hafi ruglað ágæta bæjarfulltrúa í rýminu eða sannfærður já eða nei eða hlutlausa afstöðu sína. En í rauninni snýst þetta bara um þetta eins og ég sagði áðan að einhverju fyrirkomulag þarf að koma á þessar skelbætur í varanlegu formi og grunnurinn hér náttúrulega náttúrulega við erum með fyrirtæki hér, eitt stærsta atvinnureikandi í sveitarfélaginu sem að byggir meðal annars á þessu grunni sem skelbæturnar eru og þær hafa svo sem þurft að fara ferður á hverju ári jafnvel til þess að halda þeim inni og þannig að það mikil óvissi kringum þetta og all óvissi rekstri ekki góð og það þarf að tryggja þá einhvern fyrirsjáanleika og staðfestu í þessu þannig að menn viti hvað þeir hafa til lengri tíma. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja hvað þessi hljóð. Haukur Garðarsson, gjörðu svo vel. Takk. Nú alltaf þess að koma þetta upp en ég var að velta fyrir mér í bókuninni hvort það sé nógu skýrt þegar við tölum um svæðisins. Hvort það ekki vera, það þannig í held ég kemur inn sko, en bara til þess að það sé alveg geirinelt. Nú hvort það hafa aðeins skýrara. Takk fyrir þetta, Haukur. Fleiri sem vilja hvað þessi hljóð. Já. Það er kannski eitthvað fundali. Það má alveg vera. Ég ætla bara að finna þetta hérna.
Það var ekki Þannig að bara rétt að nefna hérna, þú veist, síðan getum við tekið fundur hér, að það er alveg rétt, ég var bara inn að fletta upp þessum þætti málsins og það er einmitt í tillögunni er orðið sagt, tillögu starfshóps Eflingu atvinnulífs lagt er til að svæðisbundnar skelbætur verða gerðar í varanlegu formi aflahlutdeildar skilyrðisbundin við Stykkishólm og Grundarfjörð. Og í fyrirliggjandi þá bókun atvinnuveganefndar sem liggur hér fyrir fundunum er þá enda verður bundin við þá staði við Breiðafjörð þar sem veiðan fór fram á sínum tíma sem er þá Stykkishólmur og væntanlega Grundarfjörður í samræmi við tillögu 316 sem er þessi í niðurstöðu starfshóps Eflingu atvinnulífs í Stykkishólmi dagsins 17. mars 2022. Þannig að hér er verið að vísa þá beinlínis í þá þessa tillögu eins og ég skil þessa afgreiðslu og hún er þá raunverulega í framhaldi af þessari bókun hér þó að það sé ekki verið að tiltaka hana í heild sinni upp sko. Þetta vísa að öðru leyti bara í hana. Og bæjarráð er sem sagt að taka undir þá þessa bókun sem ég vitna til hér áðan og með þá þessari breytingu sem að snýri að framsalsréttinu. Af því að framsalsrétturinn er svo sem ekki tiltekið sérstaklega í þessari tillögu hérna í Eflingu atvinnulífs, skýrslu Eflingu atvinnulífs í Stykkishólmi. Ragnar hefur beðið fundarleið, hann hefur tökum fundarleiði smástund. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og öruggra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með ótilhendi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngufæri og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn.
af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði,
í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngufæri og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins,
ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngu færi og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamott. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum samin í kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying.
Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið. Þá höldum við áfram loknu fundarliði undir lið 27 stefnumótun í sjávarútvegi og orðið lust undir þessum lið. Ragnar Már bæjarfulltrúi í lista gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að gera grein fyrir atkvæðinu hér í dag. Það segir atvinnu- og nýsköpunarnefnd tekur máli fyrir og leggur áherslu á að handhafar skelbóta fái í stað bótana varanlega nýtingarrétt í aflahlutdeild sem verði án framsals í réttar. Bæjarráð breytir þessu og bætir við að það verði framsalsréttur innan svæðisins. Hvort að þetta sé bara lagalega hægt að vera með framsalsrétt innan svæðisins veit ég ekki. Meðan að svo að þá ætla ég að setja hjá við afgreiðslu málsins. Ef það aftur á móti kemur í ljós að það sé hægt að vera með framsalsrétt bara innan Breiðafjarðar, milli Stykkishólms, Grundarfjarðar og Snæfellsbæjar, að þá mun ég svo að endurskoða afstöðu mína í málinu. Takk. Já, takk fyrir þetta Ragnar. Fleiri sem vilja taka til máls undir lið 27. Svo ekki. Þá les ég upp til samþykktar. Bæjarstjórnin hefur ávallt lagt mikla áherslu á mikilvægi skelbóta fyrir sveitarfélagið og staðfestir jafnframt afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkir þessu? Það eru 6 sem samþykkja. Hverjir sitja hjá? Og reitt sem situr hjá. Þunga áherslu. Ekki mikla. Þunga áherslu. Hver eru samþykkir því? Þunga áherslu. Skiptir máli, vissulega. Liður 28. Frumvarp til laga breytingu á lögum stjórn fiskveiða, veiðistjórn sandkola og hryggleysingja. Hér lagt fram bréf stjórnar Bátafélagsins Ægis til Matvælaráðuneytisins dagsett 7. nóvember 2022. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd tók á öðrum fundi sínum undir sjónarmið Bátafélagsins Ægis sem framkoma í framlögðu bréfi til Matvælaráðuneytis og hvatti bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar og Helgafjarðar að fylgja bréfinu eftir gagnvart matvælaráðherra og þingmönnum kjördæmisins. Bæjarráð tók undir og staðfesti afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Afgreiðslu bæjarráðs er lögð hér fram til staðfestingar og orðið ljóst undir lið 28. Ragnheiður Harpa, bæjarfulltrúi í listaði beðið orðið. Gerðu svo vel, Ragnheiður. Við ætlum bara að koma með smá bókun. Undirrituð taka undir bréfið sem Bátafélagi Ægir sendi til sveitarfélagsins og telja þörf á að það verði fundin lausn á því máli. Hins vegar teljum við að grásleppukvóti ætti að vera óframseljanlegur, annars er hætt við að hann verði seldur af svæðinu. Undir þetta skrifa Haukur Garðarsson, Ragnar Harpa og Ragnar Már. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Orðið laust undir lið 28. Fleiri kveða sér ekki hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkir því? Það er samþykkt samhliða. Liður 29, hólar 5, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi.
Hér er lögð fram umsókn Hannesar Páls Þórðarssonar leyfi fyrir 43 fermetra frístundahúsi ásamt 30,6 fermetra gróðurhúsi á Hólum 5A samkvæmt aðaluppdráttum frá Helga Guðjóni Bragasyni dagsettum 13.3.2022 ásamt afgreiðslu skipulagsnefndar vegna málsins sem bæjarráð samþykkti á 5. fundi sínum. Í samræmi við afgreiðslu bæjarráðs er afgreiðsla skipulagsnefndar lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust. Engin kveðst við hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs og skipulagsnefndar. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 30. Hraunháls umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Hér er lögð fram umsókn Jóhannesar Eybergs Ragnarssonar leyfi fyrir frístundahúsi í landi Hraunháls samkvæmt aðaluppdráttum frá Emil Þór Guðmundssyni dagsettur 20.6.2022 ásamt afgreiðslu skipulagsnefndar vegna málsins sem bæjarráð samþykkti á 5. fundi sínum. Í samræmi við afgreiðslu bæjarráðs er afgreiðsla skipulagsnefndar lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 30. Ragnar Már Ragnarsson. Ég sá orðið laust. Svo muni ég verið beðið orðið. Fyrirgeðu. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs og skipulagsnefndar. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 31. Deiliskipulag skipulagssvæðis. Lögð fram til afgreiðslu tillaga skipulagsfulltrúa að hefja gerð nýs deiliskipulags fyrir hafnarsvæðið við Skipavík. Skipulagsnefnd samþykkti samhliða á 4. fundi sínum að svæði sem skilgreint er í aðalskipulagi Stykkishólms 2002 til 2022 sem hafnarsvæði við Skipavík verði deiliskipulagt og eftir atvikum gerðar samhliða breytingar á aðalskipulagi. Vinna og verklag verði í samræmi við skipulagslög nr. 123 frá 2010 og skipulagsreglugerð nr. 90 frá 2013. Skipulagsnefnd fól skipulagsfulltrúa að vinna drög að skipulagslýsingu í samræmi við framangreint. Bæjarráð staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar á 5. fundi sínum. Í samræmi við afgreiðslu bæjarráðs er afgreiðsla skipulagsnefndar lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 31. Ragnar Már bæjarfulltrúi Íristas hefur beðið málið. Gerðu svo vel þar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við erum svo sem búin að taka umræðun þetta en ég ítreka bara þessa tillögu sem við komum með áðan og hefur verið send á Þór, þannig að hún kemur þá væntanlega fram í fundargerðinni. Annað vildi ég nú ekki bæta við þetta mál, ég held að sé komið að mestu leyti. Takk. Takk fyrir þetta Ragnar. Jakob hefur beðið orðið. Forseti, bara í framhaldi af því sem að kom fram í málum mínu áðan fyrir á þessu fundi og þá held ég við náum sama markmiði sko til þess að vera ekkert að fara í einhverja afgreiðslu þessa tillögu eða ekki hvort þetta fara til umsagnar strax eða ekki, þá myndi ég sé svo sem fyrir mig bara breytingatillögu á fyrirliggjandi tillögu á þann veg að í stað þess að lagt sé til að leita sér umsagnar áður en skipulagsferli hefst, þá sé bara einfaldlega lagt til að sveitarfélagið eigi samráð strax við heilbrigðiseftirlitið skipulagið á Skipavíkursvæðinu og held að það kannski þá væri hægt að senda skipulagslýsinguna á þá og vera þá í samráði við heilbrigðiseftirlitið ef þeirra þykir þá skipulagsvinnuna í stað þess endilega að senda umsögn á sérstaklega á þessum tímabúti líka því að til að fylgur ekki með sér er að því að þetta er lögbundin umsagnaraðili þannig að í auglýsingatíma 6 vegna auglýsingatíma fær hann náttúrulega skipulagstilraunir til umsagnar þannig að ég held að núna á þessum tímabúti er væntanlega skipulagslýsingin til staðar og hún er almennt orðuð og hvað hún að segja þar þannig að þetta er miklu frekar myndi ég halda ef ég ætti að nálgast raunverulega tilgang
þessari tillögu þá væntanlega þá að hafa samráð við heilbrigðiseftirlitið deiliskipulagið og framgang þess. Þannig að ég velti bara fyrir mig hvort að svona einföld breytingartillaga þá á þann veg að í staðinn fyrir að leita umsagnar að leita samráðs við heilbrigðiseftirlit Vesturlands skipulagsferlið í deiliskipulagsgerð í skipulagssvæðisins. Takk fyrir þetta, Jakob. Ragnar Már Geirsvall. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, ég get alveg tekið undir þetta, það hérna samráðs, en ég held að væri þá gott að gera það bara strax á byrjunarstigi deiliskipulagsins. Mér skilst að lýsingin sé hafin, þannig að það væri gott að svona, já, verið í samráði við heilbrigðiseftirlit, hvernig það orðað samráði eða fá hérna umsögn hvernig sem það En ég held að sé nauðsynlegt fyrir okkur að hérna, við séum ekki að leggja mikla peninga í eitthvað sem að hérna, já, verði kannski skotið í kaf á seinni stigum. Þannig að, já, samráð hljóma vel. Takk. Takk. Skil ég þá rétt að við breytum tillögunni hvað leggja manna fyrir? Við viljum fara þá bara leið. Bara því, veitum til það. Hún fyrir til ákvæmslu. Já, nú pröfaðu þetta. Það ekki fundarlega, sko. Bæjar svo samþykkjar samráð verið haft til heilbrigðisstofnun Vesturland við skipulagningu og hafnarsvæði Skipavíkur. Bara frá fyrstu, frá við vinnslu á lýsingu og tillögum að skipulagningu á hafnarsvæði Skipavíkur. Nota fundar það. Bæjarstjórn samþykkjar leita verið samráðs við heilbrigðisstofnun Vesturlands í vinnslu og lýsingu og tillögu að skipulagningu. Skipulagningu á hafnarsvæði. Taka smá fundarlega. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og öruggra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum sameini kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins
ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngufæri og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn, af því að þar fyrst. Þá höldum við áfram til fundarhlé undir lið 31. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs og skipulagsnefndar. Hver samþykkið því? Þá lesi ég breytingartillögu bæjarstjóra við viðbótartillögu í lista. Bæjarstjórn samþykkir að leita verði samráðs við heilbrigðiseftirlit Vesturlands við vinnslu og lýsingu og tillögu deiluskipulags á hafnarsvæði Skipavíkur. Hver samþykkir þessa breytingartillögu? Og það samþykkt samhliða. Þá koma lið 32, ungmennaráð. Lagt hér fram uppfært erindisbréf ungmennaráðs, bæjarráð samþykkti á 5. fundi sínum fyrirliggjandi erindisbréf og samþykkti að ráðið geti hafið störf. Afgreiðsla bæjarráðs lögð hér fram til staðfestingar og orðið laust undir lið 32. Ragnheiður Harpa, bæjarfulltrúi í lista, gerðu svo vel. Bæjarstjórnar og nefndafólk. Undirrituð fagna því að vel hafi verið tekið erindi Snæfells og að erindisbréfi ungmennaráðs hafi verið breytt á þá vegu að ungmennaráð kjósi sér sjálft formann eins og áður var. Undirrituð vísa í tillögu ílistans frá 4. bæjarstjórnarfundi þann 20. september 2022 og undir þetta skrifa íbúlist við Haukur, ég Ragnheiður og Ragnar Már. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Orðið laust undir lið 32. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hver samþykkir það? Og það samþykkt samhliða. Komið að lið 33. Kjör nefnda í samræmi við samþykktir sameinaðs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar. Fyrir liggur að kjósa þá nýja fulltrúa í skipulagsnefnd og kjörstjórn. Orðið laust undir þessum liði.
Aðalmaður í skipulagsnefnd í stað Guðrúnar Svönu Pétursdóttur, Kári Geir Jensson. Hver er samþykkið því? Það er samþykkt samhliða. Formaður kjörstjórnar í stað Jóhannesar Eyberg Sagnarssonar, Guðrún Hauksdóttir. Hver er samþykkið því? Og varamaður í kjörstjórn í stað Guðrúnar Hauksdóttur er Gísli Pálsson. Hver er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Komum við liði 34, endurskoðun aðalskipulags. Ég lögð fram fyrirspurn áform endurskoðun aðalskipulags og gerð eða endurskoðun svæðisskipulags frá Skipulagsstofnun. Einnig lögð fram afgreiðsla skipulagsnefndar vegna málsins frá fyrsta fundi þar sem nefndin leggur til við bæjarstjórn að hafin verði vinna við endurskoðun aðalskipulags, hins sameinaða sveitarfélags og fyrir skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram. Þá er lögð fram umsókn sameinaðs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar til Skipulagsstofnunar að hefja endurskoðun á aðalskipulagi Stykkishólms 2002 til 2022 og aðalskipulagi Helgafellssveitar 2012 til 2024 í eitt aðalskipulag sameinaðs sveitarfélags. Stefnt er að því að hefja vinnu við endurskoðun á aðalskipulagsins á árinu 2023. Bæjarráð samþykkti á 5. fundi sínum tillögu skipulagsnefndar og fyrirliggjandi áform endurskoðun aðalskipulags með fyrirvara kostnaðarþátttöku úr skipulagssjóði á árinu 2023. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð hér fram til staðfestingar og orðið laust undir lið 34. Ragnar Már, bæjarfulltrúi í lista, gerðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar, ég fagna því að það sé farið í endurskoðun á aðalskipulaginu. Við ætlum bara að koma með eina örstutta bókun varðandi þetta. Bæjarfulltrúar Ílistans leggja til að unnið verði stafrænt aðalskipulag fyrir sameinaða sveitarfélag og að verki verði búið út. Og undir þetta rita Haukur, Ragnar. Takk. Þessi skýrt þessi bókun til að það leggja til. Takk fyrir þetta Ragnar. Svo að það sé ljóst, þetta er bókun hjá okkur. Til afgreiðslu. Viðbót til að. Þetta er til afgreiðslu. Eru fleiri sem vilja taka til máls til lið 34? Ég ætla bara að sjá til það. Jakob Björgvin er beðinn orði. Fyrir liggur þá tillaga að fara í viðkomandi aðalskipulagsgerð og hún stendur svo sem fyrir ég átta mig ekki á því hvort þetta hafi verið breytingatillaga eða viðbótartillaga við fyrirliggjandi tillögum
En ef þetta hafi verið viðbótartillaga þá væri væri ekki vegi að þá afgreita með í sikkoru lagi þá afgreiðslu bæjarins ef þetta var viðbótartillaga. Mér heyrðist þetta væri að framkvæmd þá, þetta yrði þá stafrænt aðalskipulag og síðan að vera útboðið. Þetta væri eins konar viðbótartillaga við fyrirliggjandi tillögu að hefja aðalskipulagsgerð, ef ég skil þetta rétt. Þá myndi ég leggja til að sko viðbótartillagan yrði það bara vísað í Bæjarós og til Bæjarós og þar yrði og þá gæti Bæjarós tekið þá samtalið við sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs þá einmitt útboð eða verðkönnun eða það fyrirkomulag eins og hún fór yfir hér ágætlega með Bæjarráði, hvernig hún sagði þetta fyrir sér og það yrði sér bara unnið í samræmi við það og bæjarstjórnin hefur alltaf úrslitavaldið þá hvað sem á þeim tímapunkti. En bara hollt og gott að taka umræðan það hvers konar fyrirkomulag ætti að vera. Nei, það var reyndar á vinnufundi sem hún fór hérna aðeins yfir hennar hugmyndir og kannski gott að fá hennar hugmyndir svona betur fram þá inn í Bæjarráði og þannig ég legg þá til að ef ég skil það rétt, þar að segja, að viðbótartillagan sé það bara vísað til Bæjarráðs. Orðið laust. Ragnar Már Geirsvall. Forseti áfengi febrúar. Við getum þá breytt þessari viðbótartillögu einfallega þannig að ég nú veit ekki nákvæmlega hvernig sviðsstjórinn ætlar að láta vinna deiliskipulagið en ég þetta er eðlilegt að það yrði unnið rafrænt og yrði eins og skipulagsstofnunin að leggja til að aðalskipulag og jafnvel deiliskipulag verði unnið. En þá skulum við hafa bara viðbótartillöguna þannig bara að bæjarfulltrúar í listans leggja til að verkið verði boðið út. Tökum það bara út þetta tökum það samtalið það við Kristínu með hvernig verkið verði unnið. Bæjarfulltrúar í listans leggja til að verkið verði boðið út og undir þetta rita í listin Haukur Garðarsson, Ragnar Harpa og Ragnar Már. Takk, Ragnar. Jakob, byrðum orðið. Forseti, það var akkurat þetta sem ég var líka ávarpa. Ég var ekki einungis að ávarpa þetta varandi ég held reyndar að þetta skipulag í dag, aðalskipulag séu gerð í þessu formi sem nefnt var, en sé orðið þannig almennt séð. En það sem ég var að velta hér upp var að sviðsstjóri kemur inn á vinnufund með bæjarfulltrúum og velti fyrir sér ákveðnu fyrirkomulag og hvernig hún sé fyrir sér að nálgast verkefni. En ég er bundin náttúrulega lögum opinber innkaup og þurfum að fara í útboð. Hvort að þetta sé, því ég náði því bara ekki alveg hvers konar fyrirkomulag sviðsstjórinn ætlaði að sjá alveg fyrir sig, hvort það væri verðkunnin eða útboð framkvæmt. Hvort það hagkvæmur fyrir sveitarfélagið að fara í verðkunni á ákveðnum aðilum. Hún var að lýsa þessu ferli mjög gróflega og ég tel bara rétt að í staðinn fyrir að vera afgreiða hér tillögu að fara í útboð að þá fengi sviðsstjórinn tækifærið í Bæjarráð til þess að útlista með nákvæmur hætti hvernig hún var búin að sjá fyrir sig fyrirkomulagi. Af því að það getur vel verið að það sé ekki almennt útboð, heldur kannski sé nú fyrir sig verðkunnin. Ég er ekki alveg en áður en að bæjarstjórn kannski taki full ákvörðun það að fara í útboð, af því það er til aðra leiðir að sviðsstjórinn hafi verið tækifæri til þess að gera betur grein fyrir sínu sjónarmiðum. Það kannski var hún raunverulega að nefna útfærslu útboði eða útfærslu verðkunnun, því að annarkvort það. En það er nú kannski það sem vakir fyrir mig þegar ég er að leggja til þá að þessari viðbótartillögu séu þá vísa til Bæjarráðs, þannig að sviðsstjóri umhverfisskipulagsins geti þá gert Bæjarráð betur grein fyrir því fyrirkomulagi sem að sviðsstjórinn hefur séð fyrir sér
við framkvæmd þessa verkönnunar eða útboðs. Þannig að bæjarfulltrúar séu þá vel upplýstir það áður en ákvörðun er tekin. Það er einu sem vakir fyrir mér. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið er laust. Steinunn Ingibjörg, bæjarfulltrúi í lista. Hún sagði þetta aftur. Ég hlýt að vera bara reyður. Hálista, er ekki fundurinn örugglega að búinn? Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Varðandi þetta mál, þetta er fín tillaga frá íbúalistanum. Ég hins vegar er svolítið sammála Jakobi í því að ég myndi vilja heyra í sviðsstjóra og fá nánari útskýringar á þessum hlutum, hvað það var sem hún er að hugsa eða sviðið í heild sinni, og áður en að ég get myndað með skoðun þetta að þá vil ég sjá einmitt samanburð á hvort það er þá verðkönnun eða útboð. Þannig að ég treysti mér ekki að svo stöddu til þess að samþykkja þessa tillögu, en ég myndi vilja sjá henni vísað til bæjarráðs til nánari umfjöllunar. Takk. Takk Steinunn, bæjarfulltrúi Hálista. Orðið er ennþá laust, undir lið 34. Haukur, gerðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar. Mér langar að leggja til að við förum þetta í vinnufund. Í bæjarráði eru ekki allir og Ragnar hefur input þarna sem væri gott að koma inn. Ég ætla ekki minnst á þessu fundi, en við höfum verið að hafa vinnufundi í samdi fjárhagsáætlunar sko. Og ég væri til í að fá eitt svoleiðis í viðbót og það spurning hvort það er það saman eða. Þannig að ef ykkur myndi hugnast það, þá væri ég virkilega til í það. Takk fyrir þetta, Haukur. Ragnar, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ástæða þess að við lögðum til útboð, en það er einfaldlega þannig að það er bara miklu gegnsærra að hafa útboð menn skila en tilboðum. Við höfum nýlegt dæmi það þegar að var gerð svona verðkönnun varðandi miðbæjarskipulagið, 8 kostaði 2,5 en fór í eitthvað 6. Þannig að það er svona, það er svona formfastara, en gefa ykkur ákveðna tölu og verða að halda sig innan þeirra tölu. Þannig að það er megin ástæða þess að við leggjum til að það sé farið í útboð. Ef að menn eru með eitthvað aðra lausn varðandi verðkönnun eða eitthvað slíkt, geta tryggt að verðið haldi nokkurn veginn, þannig að við séum ekki að fara í viðauka út af 5 milljón króna viðbót við aðalskipulag eða 10 jafnvel. Þetta er dýrt ferli, mjög dýrt ferli og þannig að það er ágætt að vanda sig vel í byrjun og vera að fara á stað. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar. Jakob, gerðu svo vel. Forseti, fyrst það sem að bæjarfulltrúi Haukur Garðarsson nefndi hérna á með var þetta vinnufund. Ég geri ráð fyrir því væri til að þér samþykkt að hefja þessa vegferð, að þetta svo sem verði að gera halda ykkur vinnufund, en ég ger ekki ráð fyrir endilega að sá vinnufundu verði núna heldur en janúar. Ef að skipulagsstofnun fer, því að skipulagsstofnun það fyrst að fallast á kostnaðarþátttöku sína og í framhaldi þegar það liggur fyrir þá væri hægt að taka vinnufund þá fyrirkomulagið á þessu, og ekkert endilega þegar ég segi það að vísa til bæjar og segi ekki endilega fyrir mér að það sé endilega næsti bæjarráðsfundur í janúar, eða þá bara vinnufundur samhliða. Það má vera þannig líka, vera minnuleysu, því bara alveg hafi fulla stjórn á því. En varðandi útboð og verðkönnun, mér finnst mjög líklegt bara almennt séð að fjárhæðirnar sem ræðir í aðalskipulagsgerð séu með þeim hætti að það falli
bara jafnvel undir sko lögum óper innkaup sem er eitthvað svona, var 15 komið svona 18 milljónir. Núna, spurning með túlkunaratriði, sveitarfélagið er borga helminginn og ríkið helminginn, en þannig að hugsanlega er þetta bara útboðsskylt, en eina sem að ég var að bera hér að borða áðan var að þetta samtal út af því að því var lýst hérna áðan ákveðinni aðferðafræði sem að sviðsstjóri sá fyrir sér, að það samtal yrði þá tekið áður en og síðan yrði það í samráði við þá sviðsstjóra sko bara fyrirkomulega útboðsins og þar líkt ef að niðurstaðan verður útboð, en bara með þeim fyrirvörum, ég átta mig ekki á því hvað fjárhæðir að ræða í endurskoðun áskipulags. Hugsanlega verður þetta mjög umfangsmikið, hugsanlega ekki, hugsanlega er þetta útboðsskylt, hugsanlega ekki, en allt svo, við erum með sviðsstjóra hér sem er búinn að lýsa ákveðinni aðferðafræði og mér finnst sko að virðingu við sviðsstjórann eðlilegt að sviðsstjórinn fái þá tækifæri til þess að fara yfir hans hugmyndir hvernig hann myndi vilja nálgast verkefnið áður en ákvörðun er tekin. Það er eina sem ég er að velta hérna fyrir. Og þess vegna legg ég til þessu vísa til bæjarráðs og bæjarráð geti síðan framhaldinu tekið vinnufund eða hvernig fyrirkomulag er á því. Það er svo sem, það er líka bara ykkar að ákveða það. Og á bæjarráði, það er ekkert mál til dæmis að vísa til bæjarráðs og þann bæjarráðsfund komi allir bæjarfulltrúar undir einum dagskrárlið sem dæmi. Sem gestir sko. Þannig að það getur líka verið einlaust sko. Þannig að bara útfærsluatriðin sem ég gerir ráð fyrir við myndum þá sko fara í janúar, einhvern veginn það liggur fyrir þá að við séum með framlag frá skipulagsstofnun í verkefnið. Það er væntanlega forsenda þess að sveitarfélagið sé að fara í aðalskipulagsvinnu að þeir fái 50% framlagið frá ríkinu. Þetta Jakob. Orðið er laust. Steinunn Ingibjörg, bæjarfulltrúi Hálista. Forseti, ágætu fundamenn. Bæjarráðsfundur, vinnufundur, breytir einu í mínum huga, góð tillaga líka sem Jakob kom með að hægt sé að kalla aðra menn inn, eða aðra bæjarfulltrúa inn á bæjarráðsfund. Mér finnst alveg eðlilegt eins og Haukur kemur inn á að fleiri fái að koma að borðinu. Þannig að í mínum huga er það algjörlega sjálfsagt mál. Við þurfum bara að koma okkur niður á hvaða leið við förum nákvæmlega í þessu máli. Takk. Takk Steinunn. Fleiri sem að vilja kveðja sér hljóðs. Eigum við þá kannski bara ganga til. Það er breytingar til hann að vísa til bæjarráðs. Var búið afgreiða því? Hverjir samþykkja breytingartillögum að vísa þessu máli til bæjarráðs til umfjöllun þar? Hverjir samþykkja því? Það er samþykkt samhljóða. Og bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Samþykkt samhljóða. Þá er komin að lið 35 viðauki 4 við fjárhagsáætlun 2022 til 2025. Hér er lagður frá viðauki 4. Bæjarráð samþykkti á 5. fundi sínum viðauka 4 og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja hann. Orðið er laust undir lið 35. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi Ílista. Forseti, bæjarfulltrúar. Fór aðeins niður í viðauka 4. Ég ætla bara að koma með bókun
sem eftirfarandi. Viðauki 4 kemur til vegna þess að taka þar inn í bókhaldi samstarfsfélög sem geti haft verulega áhrif á reikninga sveitarfélagsins. Þessar aðgerðir hafa jákvæð áhrif á líkitölur ársreiknings en ekki fé í hendi. Endurskoðandi hefur farið yfir öll samstarfsfélög og eru 2 félög tekin inn. Það félags- og skólaþjónustan annars vegar og Náttúrustofa Vesturlands hins vegar. Báðar stofnanir eru reknar réttu megin við núlli og heildaráhrifin eru auknar rekstrartekjur upp á 93,8 milljónir króna og aukin gjöld upp á 92,6 milljónir króna sem skila betri rekstrarstefnu upp á ríflega 1,2 milljónir króna og hærra veltufé frá rekstri upp á ríflega 1,7 milljónir króna. Einnig verða áhrif af þessu á skuldahlutfall skuldaveðum sem geti lækkað 4,5%. Undir þetta skrifa íbúalistin Haukur Garðarsson, Ragnheiður Harpa Sveinsdóttir og Ragnar Már Ragnarsson. Þessi viðauki mjög tæknilega eðlis og felur í sér samskonar þegar við erum með dótturfélög. Þetta talið inn en við höfum engin áhrif á þetta, þannig að þetta bara svona dettur inn. Á móti kemur auðvitað þegar illa gengur þá ábyrgðin fellur á okkur, þannig að það frekar það sem að tala En þetta hefur svona góð áhrif á reikningin á grunni. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Haukur. Fyrir sem vilja þessi ljós undir lið 35. Svo ekki. Bæjarstjórn samþykkir viðauka 4 við fjárhagsáætlun 2022 til 2025. Hverjir samþykkir þessu? Og það samþykkt samhliða. Liður 36, viðauki 5 við fjárhagsáætlun, lagður hér fram. Bæjarráð samþykkt á 5. fundi sínum viðauka 5 og lagði til við bæjarstjórnar samþykkjan. Orðið laust. Haukur Garðarsson, þessu orð. Enn einn viðaukinn. Þetta var talið magnað að frá því við komum saman í júní þá var strax á 1. fundi sett saman áætlun saman að sveitarfélags og nú erum við á 7. fundi og við erum að taka 5 viðauka, þannig að það á hverju fundi í rauninni gert eitthvað. Fyrsta skipti sem við tökum 2 saman. Þetta mjög mikið, ég vona að það sé nú búið fyrir þetta ár. En ég ætla bara að koma með bókun, hún lengri heldur en áðan. Ég held samt að þetta veri styttra heldur en minnispunktar bæjarstjóra, en kannski ekki skemmtilegt. Bókunin eftirfarandi. Viðauki 5 með auknar rekstrartekjur upp á 53,1 milljón krónur af stærstum hluta vegna aukningar á útsvari og aukin gjöld upp á 31,4 milljónir sem skýrist að stærstum hluta hækkun í skipulagsmálum upp á tæpar 8,3 milljónir og svo hækkun á sameiningu kostnaði upp á 8 milljónir krónar, þar af 4 milljónir krónur í sérfræðiþjónustu, 2 milljónir krónur í lögfræðiþjónustu og 2 milljónir krónur í aukin laun bæjarstjórnar sem tilkomið vegna sameiningar. Heildaráhrifin betri en rekstrar niðurstaða upp á tæpa 21,7 milljónir króna og áætluð rekstrar niðurstaða ársins nú tap upp á 98,8 milljónir. Í viðaukunum einnig nokkrar breytingar í heimildum til framkvæmda, bættir við heimildum upp á 26,5 milljónir króna, þar af 24,5 milljónir króna á þau verk sem þegar hafin svo hægt sé að ljúka þeim á árinu og vegur þar hæst breytingar á aðstöðu í kjallara grunnskólans upp á 10 milljónir króna. Ef skoðuð staða framkvæmda sem búið að hefja á árinu þá búið að framkvæmda fyrir 71,7 milljónir króna en heimild upp á 174,2 milljónir og því heimild upp á 102,5 milljónir króna enn til staðar. Og þar vegur mest flutningur á hjúkrunarrýmum þar sem heimild upp á 50 milljónir króna og innan við milljón skráð. Framkvæmdir sem ekki hafnar með heimild upp á 17 milljónir og ekki ljós hvernig þær þróast það sem eftir árinu. Í einnig gert ráð fyrir tekjum upp á 57,5 milljónir króna í formi gatnagerðargjalda og styrkja og það hækkun upp á 2,5 milljónir króna. Af því búið að innheimta 34,2 milljónir króna og eftirstöður þá 23,3 milljónir króna. Þar af 17,5 milljónir króna styrkir sem eru að hafa framgang í verka. Lántökur á árinu eru 100 milljónir króna og ekki frekari heimild til staðar. Það framkvæmdir sem farið verið í það sem eftirlifir árinu muni því ganga á handbært fé. Undir þetta skrifa íbúalistin, Haukur Garðarsson, Ragnheiður Harpa Sveinsdóttir og Ragnar Már Ragnarsson, svo áður. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Haukur. Orðið laust undir viðauka 5. Jakob Björgvin beðið orðið.
Forseti, þakka ekki yfirferðina. Ég náðu svo mikið þessum tölum, þannig að það tölum sem að nefndi, þetta er mjög margar tölur, ég gerir ráð fyrir að bara vera að lýsa raunverulega því sem viðaukinn endurspeglar raunverulega þær tölur sem framkomu í viðaukunum. Mér velti fyrir mér líka bara í sambandi og alltaf bara varpaði spurningu fram til bæjarfulltrúa Hauks Garðarssonar hvort það myndi hjálpa að það yrði gerður alltaf svona að því að þessar breytingar eru bara fyrirliggi fyrir hvort það myndi hjálpa eitthvað til að þetta yrði dregið fram svona alltaf í inngangnum fyrir viðauka eða svona til þess að einfalda bæjarfulltrúum verkefnið þurfi ekki að bóka hvern leið þær breytingar sem að koma fram í viðaukunum eða hvað það vilja hafa þetta bara með þessum hætti sem ég ger engur svona aðtursöti við. En auðvitað eru þarna svigrúm til fjárfestinga til staðar hjá sveitarfélaginu og það er það svigrúm sem er til staðar aðalega einmitt eins og bæjarfulltrúinn nefndi til þess að mæta hugsanlegum kostnaði vegna hjúkrunarheimilisins sem við vitum raunverulega ekki ennþá hver er og held ég að hnífurinn kunni standi svolítið í því á hvaða hlutur sveitarfélagsins er í hjúkrunarheimilinu versus að heildarpakkanum sem er búið að gefa náttúrulega, það er búið að gefa út reikninga fyrir verkið upp á yfir eitthvað kringum 400 milljónir. En síðan er alveg óskýrt hvort að einhver hluti verkefnisins eða hversu hár hluti verkefnisins er vegna viðhalds og hversu hár hluti er vegna framkvæmda við hjúkrunarheimili sem dæmi. Og þetta liggur bara ekki fyrir og við höfum ekki fengið neina greiðsluáætlun ennþá frá heilbrigðisráðuneytinu, frá framkvæmdasýslunni sem heitir framkvæmdasýsla og eignarsýsla eða eitthvað svoleiðis ríkisins í dag. Og það þarf náttúrulega eins og að koma hér inn á áðan var þetta svigrúm og það þarf náttúrulega að vera til svigrúm til staðar til fjárfestinga ef að kynni að reikningu bærist kostnaðar hluti sveitarfélagsins hér í desember varðandi hjúkrunarheimili. En við erum bara í þeirri bagalegu stöðu, búin að vera í þeirri bagalegu stöðu mjög lengi að það er mjög erfitt að ráðstafa fjárfestingum skynsamlegum hætti með svona stóran þátt í fjárfestingaráætlun sveitarfélagsins sem er einhvern veginn alltaf óviss hvar hún lendir og hvenær hún lendir því það riðlast allt. Þetta getur haft áhrif til dæmis bara á forgangsröðun verkefna. Bæði hefur gert það náttúrulega. Þannig að þetta en vonandi fer þetta skýrast og verður þá ekki til vandkvæða mikið lengur til viðbótar því að verkefni væntanlega er að ljúka og mun ljúka á næsta ári hvernig sem það er og þá myndi náttúrulega þarf þá að skýrast og mun þá ekki vera óviss þetta atriði minnst í fjárhagsáætlun þá þegar líður á næsta ár. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið það laust undir viðauka 5. Gerðu svo vel, Haukur. Takk. Til að svara bæjarstjóra, Jakobi. Ég held að svo vinna sem við farið í núna, sem voru að vinna í vinnuhópum og við höfum verið að laga aðeins verklagið hjá okkur og gögnin og svona gera þetta skýrara. Og það skiptir mjög miklu máli. Ég held að það sé mjög gott skref sem við erum að taka. Vil ég losna við að fara svona yfir málin, það er allt í lagi, það fer smá vinna í þetta. Ég sé ekki eftir henni og ég er eini í henni svona að draga fram það helsta. Og það veit allir sem eru hér inni að það er miklu meira á bakvið þetta heldur en bara þetta miklu fyrir lifir. Það er svona þessi stóru þætti sem eru þarna. Bara að draga það fram, hann er minn aftur svona á hvað umsvifin eru sem við erum með og hvað erum að fást við. Og ég vil taka undir með Jakobi að svona stór liður eins og hjúkrunarrýmin sem eru búin að hanga yfir okkur í nokkur ár. Ég heldur sem ekki að ráð fyrir þessu í áætlun í 3 ár, er nokkuð vissum að það sé rétt gott ef ekki 4. Að þetta hefur rosalega áhrif og er ekki endilega gott að þetta býður svona lengi.
og það þessi óvissa sem við erum alltaf fást við. Og við vorum líka á síðasta vinnufundi í fjárhagsáætlunargerð sem er ennþá í gangi. Þar vorum við einmitt að ræða óvissuna og hvernig við ætlum að meðhandla það. Og það það sem skiptir miklu máli, finnst mér, að við sem bæjarstjórnina, við gerum okkur vel grein fyrir því og séum með forgangsröðun á hreinu og okkur sé ljós hvaða leið við erum að fara. Og eins og segi, vinnufundin sem við erum búin að vera með, þeir hafa skýrt hluti. Ég veit að hér er fólk sem er ekki komið að bókhaldi áður og ég efast ekki að þetta er miklu betri innkoma inn í svona vinnu heldur en þegar við vorum að byrja og svona hrarra svolítið sko. Þannig að þetta skiptir mjög miklu máli. Og ég held og við eigum að halda áfram að laga gögnin og reyna að vera vanda þetta vel og gera þetta þannig að þetta sé mjög auðlæsilegt. Imba-prúft, ef ég má segja það. Það er kannski betur ekki skautið öllum. Og þá verður þetta miklu einfaldara. Og ég tek bara fram núna að í viðauka 5 til dæmis er komið 9 tegundar skjali sem er miklu auðveldara að lesa úr. Það er svona fókusur á bara meginmálið, hver er breytingin og ekkert farið rosalega í reikningin en auðvitað þarf maður að skoða reikningin líka en það er ekkert fyrir alla að gera það. Þannig að ég held að við séum að hefja góð vegferð og ég vona að við höldum bara áfram með það og bara einbyttum okkur að því að gera það enn betur alltaf. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Haukur. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós undir lið 36, viðauka 5. Svo er ekki. Bæjarstjórn samþykkir viðauka 5 við fjárhagsáætlun 2022 til 2025. Hverjir samþykkir því? Hverjir sitja hjá? 4 sem samþykkja og 3 sem sitja hjá. Þá er komið að lið 37 sem eru minnispunktar bæjarstjóra. Pressa á bæjarstjóra hafa á skemmtilega. Gerðu svo Jakob. Forseti. Ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætla að gera grein fyrir minnispunktum mínum fyrir nóvember mánuð 2022. En auðvitað er hér ekki tæmundu talningu að ræða á almennum minnispunktum mínum, heldur svona bara skautað á nokkrum helstu þáttum sem hafa komið upp. Nú, fyrst er að nefna þá þessar 2 breytingar sem eru fyrirséðar í mannahaldi sveitarfélagsins. Annars er það að Fannar Þór Þorfinnsson, byggingfulltrúi, hefur sagt starfi sínu lausu og samrætt umhverfis- og skipulagssvið Stykkishólmsbæjar og Helgafells-sveitar sem Grundarfjarðarbæjar og Eyja- og Miklaholtshrepps leitar nú að kraftmiklum byggingafulltrúa til þess að halda utan um byggingamál og verklega framkvæmdir í sveitarfélögunum 3. Á sviðinu er lögð áhersla á vandað og faglegt starf og þróun og öflug samstarf og góða þjónustu. Umsóknarfrestur er til 25. nóvember 2022 og má finna nánari upplýsingar um þetta á vefsíðu sveitarfélagsins. Nú, einnig tilkynnti Berglind Axelsdóttir það á dögunum að hún hefur einnig sagt starfi sínu lausu en hún mun starfa út þetta skólaár og mun starf skólastjóra þá vera auglýst í samræmi við það væntanlega fljótlega á nýju ári. Við höfum verið að leggja götulýsingar undanfarin ár og fórum nýlega af stað aftur í þá vegferð. Í lok síðustu viku voru ljós á flötunum endurnýjuð og nú er unnið að því að skipta hausa á stærstu ljósastöðrum bæjarins.
Sveitarfélagið tók við ljósasturnum, svo rifið það upp af Rarik á árinu 2019 og var fljótlega að byrja að skipta út gömlum lömpum og LED-lampar settir í staðinn. Þetta, eins og íbúar hafa eflaust tekið eftir, bætir lýsingu, verða bjartari ljósin. En hins vegar, hvað var að reksturinn, þá sparar þetta rekstrarkostnað á götulýsingu í Stykkishólmi umtalsvert. Nú búið er að LED-væða þessar götur og þessi svæði þarna sem nefnd á slæðinni. Það er Ægisgötu, Tangagötu, Bóklugastíg, Suðvesturenda, Höfðagötu, Hamraenda, göngustíg og íþróttasvæði og síðan þessi bílastæði við grunnskólann og Stykkishólmskirkju. Þann 14. nóvember síðastliðinn sótti bæjarstjóri ásamt hluta bæjarfulltrúa og starfsmanna sveitarfélagsins ráðstefnu úrgangsmála á vegum Samtaka sveitarfélaga Vesturlandi og Sorpurðunar Vesturlands. Tilefni ráðstefnunnar voru lagabreytingar flokkun og endurvinnslu úrgang sem taka gildi nú 1. janúar næstkomandi. En það sem ber þar væntanlega hæst er ákveðin breyting á flokkunarkerfinu sem minnskot íbúar í Stykkishólmi þekkja mjög vel, 3 tunnukerfið. Og þið sjáu hér á slæðinni mynd frá 2007 þar sem þá eru þetta bæjarstjóri og forseti bæjarstjórnar og þá framkvæmdastjóri Íslenska gámafélagsins og væntanlega umhverfisráðherra ef ég sé rétt, og eru þar að ganga frá samningi um 3 tunnukerfið sem var síðan fór síðan í framkvæmd árum 2008, í janúar 2008 eða það bil. Nú það er hins vegar og það er þá þessi 4. tunna sem umræðir hér en breytingin felur einna helst í sér það að íbúar geta nú fengið 4. tunnuna og flokka plast í eina og pappír í aðra tunnu. Það er nú oft verið það rætt að græna tunnan hefur leikið marga grátt hér í Stykkishólmi því hún vil fyllast fljótt þar sem íbúar standa sig mjög vel í flokkun hér í þessu sveitarfélagi eða þá í Stykkishólmi. Þessum er meiri reynsla á þetta hvað mig varar. Og græna tunnan er þá náttúrulega eins og flesti þekkja mjög fljót að fyllast. En með þessu nýja kerfi má minnst segja það að það vandamál verður úr sögunni þar sem að íbúar geta þá framvegis flokkað í 2 tunnur sem áður fór í eina græna. Þetta spennandi verkefni verður hins vegar kynnt á íbúafundi sem áætlaður er 5. desember og á sama fundi verður stefnt að því að fjalla einnig nafn sveitarfélagsins og hugsanlega önnur málefni sveitarfélagsins. En á öðrum skemmtilegu hlutum, jólin, þau eru á næsta leiti og ekki laust við það að íbúar séu komnir í jólaskap. Starfsmenn þjónustumiðstöðvar vinna nú hörðum höndum að því að skreyta bæinn fyrir jólin og lýsa upp skammdegið. Líkt og undanfarin ár gefst íbúum nú kostur á því að velja jólatré í Hólmgarðinn. Valið stendur á milli 2 frábæra kosta, annars vegar stafafuru sem stendur í Sauðárskógi sem hefur svo sem verið val íbúa staði íbúum til boða undanfarin 2-3 ár, ef ég þekki það rétt, og síðan sitkagreinis úr garðinum hjá Kristjáni Daðasyni í Lágholti. Og ég get alveg lýst því hér yfir að ég er gríðarlega spenntur að vita hver niðurstaðan úr þessari kosningu verður, en hún mun koma í ljós sú niðurstaða mjög fljótlega. En á vefsíðu sveitarfélagsins er hægt að kjósa milli þessara trjáa, en kosningin er opin út föstudaginn, þannig að það mun vera á mánudaginn sem að starfsmenn þjónustumiðstöðvar munu sækja tréð sem verður fyrir valinu og koma því upp í Hólmgarð.
Ljósin á trénu verða svo kveikt við pomp og prakt 1. desember klukkan 18:00. Og ég geri kannski ráð fyrir því að hlé verið tekið á Bæjarasundi þannig hálftíma fyrir þá sem að sitja Bæjarasund tilefni þessa. En á aðvendunni blómstrar menningarlífið í Stykkishólmi og á vefsíðunni Stykkishólmur visit stykkishólmur.is undir hvað er í gangi má finna viðburð og dagatal þar sem hægt er að kynna sér viðburði og uppákomur. Núna í kvöld voru hausttónleikar Lúðrasveitar Stykkishólms sem hófust sem sagt klukkan 18 í kvöld en við hefðum að klukkan 8 þá gerir ég ráð fyrir þeir séu búnir og ég gerði ráð fyrir að fundurinn yrði ekkert svo langur þannig þeir hafa hingað til verið búnir fyrir 6 en ekki þessi og það var ókeypis aðgangur að þessu viðburði og það voru allir velkomnir og vonandi hafi verið góð mæting þar ég efast svo mikið það enda frábært starf sem unni er á vettvangi tónlistarskólans og líka Lúðrasveitar sem tengist tónlistarskólanum óneitanlega. Nú síðan annað kvöld verður KK með tónleika í Vatnasafninu klukkan 20:00. Það er ókeypis aðgangur að tónleikunum og fjöldi gesta takmarkast við 70 og vegna þess að takmarkaða sætafjölda er nauðsynlegt að panta á tónleikana og pönturinn fer þá fram í gegnum þetta netfang sem ég varpa hérna fram á slæðunni sem er natnasafn@gmail.com og kannski svona rétt að nefna það að þessi tónleikar eru styrktir af sveitarfélaginu eða þá Stykkishólmsbæ og sveitarfélaginu sem er hér á Stykkishólmsbæ og síðan uppbyggingarstofu Vesturlands ef ég man það rétt. Þannig að það er ókeypis aðgangur en þetta er ekki frítt en var borgað sem sagt á sveitarfélaginu og uppbyggingarstöðu. Nú þetta og margt annað verður í boði fyrir íbúa í Stykkishólmi og Helgasveiti aðdraganda jóla og ég vona til aðra gesti sem hingað sækja. Og ég bara hvet ykkur til þess að kynna ykkur viðburðardagatalið á vísi stykkishólmur.is og taka virkan þátt í öllum þessum viðburðum sem framundan eru. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið er laust undir þessu lið, minnispunktum bæjarstjóra. Sýnist einhvern veginn að það vil ekki taka til þess. Það voru fínir punktar hjá þér, Jakob. Takk fyrir það. Og hvet ykkur til að njóta alls þess sem við höfum í þessum bæ. Bæði skemmtunum og veitingum. En það er allavega komið að lokum þessu langa fundar sem að eins og Jakob sagði er mjög langur en við líka ræddum mjög margt og það var stór mál og mörg mál, 37 mál á bæjarstjórafundi, þau eru ekki alltaf svo mörg. En takk fyrir góða fundarsetu og málefnalegar umræður og þá slít ég fundi klukkan 20:05.